Og komið í sæl og blessuð, velkomin að Rauða borðinu. Stútfullur þáttur framundan með margvíslegri, þjóðmálalegri umræðu. Sumt svona svolítið tengt deginum í dag, þetta búin að vera átakadagur. Sigurjón Magnús Egilsson, velkomin, þú ert hérna með mér í þessari kynningu. Já. Og þú ætlar einmitt að vera með efni sem að við erum svona mörg að velta fyrir okkur hvert stefni, það er pólitíkin á Íslandi í dag og áhrifin af þessum fatlaða dreng sem á að flytja úr landi, en áður en þú segir okkur aðeins af því hverja þú ætlar að fá til þess að ræða það mál, þá ætla ég að upplýsa það að hér í lok þáttarins þá verður umræða sem sagt hávaðann frá Reykjavíkurflugvelli, frá óþarfa flugi svokölluðu. Daði Rafnsson sem er í hópi sem hefur bara fengið nóg á allri þessari flugumferð sem að þau telja óþarfa flugumferð. Hann kemur og spjallar við mig hvað sé að gerast í þeim efnum. Þú pirraður út af hávaða frá Reykjavíkurflugvelli, Sigurður? Nei, það er meira fyrir mig, sko. Ég bjó nú í Njarðvík og var stundum, reyndar ekki inni hjá mér. Ég heyrði ekki inni hjá mér í flugvélunum þar að þóttan voru að koma að fara, nema þessum ofboðslegu herþóttum. Já, einmitt. Og ég sett þar annað að það var eini skipti sem að lopi hundru minn þegar vorum undaganga, það leit upp það var þegar þetta flög yfir hann, sko. Já. Þá var ég átt að vissa, sko, hvert svona fyrirbæri nota sérlega meira bensín í flugtækið og ég noti yfir ævinni eitthvað, sko. Svo erum við að burðast á rafmagnsbílum eitthvað svo búin kemur þetta að fara alveg fleiri tonn bara í flugtækinu, sko. Já. Og mikið hláði. Nei. Ég skil þetta. Það sem þessi hópur Daða og þeirra sem fylgja honum á mólum er að benda og það er að þeim finnst svo mikið auðmannadekur við hennar Reykjavíkurflugvöll. Öll þessi þyrluumferð sem er náttúrulega bara í túristalegu tilliti og all þessar engaþotur til að mynda að þær koma bara og það er miklu dýrar að leggja bílnum niður í miðbæ heldur en að vera með engaþotið þarna. Það er ótrúlegt. Og svo gengur þetta stundum skilsmanni á sumum íbúana jafnvel klukkutími saman áður en þetta fer af stað eða eitthvað sluðis. Þannig að þetta er örugglega hvimleitt. Já, einmitt þetta svona óþarfa, sko, þá er ekki verið að tala áætlunarflugið eða sjúkraflug, heldur bara eitthvað svona dekurflug. Einmitt. Og það ætti náttúrulega að fara til Keflavíkur. Já, er það ekki? Eða bara eitthvað burt. Eitthvað burt miðbænum. Já, það er nú ekki mörg að velja, svo sem. Nei, en svo ég veit ekki hvort það tengist þessu nokkuð en sem sagt á undan þessari umræðu þá fæ ég góðan gest, hann Einar Sveinbjörnsson sem að mér finnst alltaf eiga svo auðvelt með að tjá sig á mannamáli veður og ekki síst umhverfismál, loftslagsbreytingar. Og hann sem sagt meðal annars þá munum við reyna að fá það út úr honum hvort hann telji líklegt að það sé að kólna á Íslandi næstu árin á meðan það hlýnar hjá flestum öðrum. Það er svona eitthvað sem að mér finnst við ekkert mega við því að ef það á að fara að kólna hjá okkur núna upp á næstu árin ofan á allt annað. Ef að kólnar ykkur gráður, það er bara ekki byggilegt. En svo undan því, þá bróðir þinn Gunnar Smári Egilsson, hann safnaði hér saman alveg hreint hellinga fólki, allt saman mótmælendur og hann ætlar að ræða við sem sagt Önnu Láru Steindal, Daniel Þór Bjarnason, Kristbjörgu Örnu Elínardóttur, Þorvaldsdóttur og Maríu Lilju Ingveldar Þrastadóttur Kemp, auk Péturs Eggerts Péturssonar, ef ég fer rétt með þetta allt saman. Það eru mótmælendur margir mótmælendur sem taka daginn mjög snemma eins og í morgun. Og fannst þér ekki, ef þú varst eitthvað að fylgjast með sem sagt vefmiðlunum, fannst þér ekki svolítið fallegt þegar bara söngur frá mótmælendunum í morgun? Það var vel að þessu staði og greinilega mjög góð þáttaka. Svona mótni á virkum degi. Þetta var mjög gott. Og
svona, maður fylgdist með því líka svona, sko, svo kom að því að lögreglan lokaði uppakstrið þarna á Hverfisgötunni og hérna mótmælendur tóku þetta yfir og þau voru mjög sýnilegir þá og höfðu áhrif á umhverfið sitt. En hvort þau áhrif á ráðarana, ég veit það ekki. Þeir eru nú búin að játa sig bara lögbrot, sko, þannig að Maístjarnan sem hljómaði í morgun og svo löggur gráar fyrir játnum, mögulega vopnaðar, ég veit það ekki. Ég hugsaði með mér, býtu, hvaða land er þetta? Er þetta Ísland sem ég þekkti? Nei. Það allt svona svolítið sérkjörn. Nei, sko, við erum aldrei lítið á þennan lögreglan er ekki óvinnur okkar. Sko. Nei, það er ekki óvinnur okkar. Þetta eru menn kannski, eða fólk, sem er kannski með sömu skoðanir og við. Já, en rosa sýnilegir og mjög... Svona, er þetta ekki ákveðið svona þöggunartækja? Jó, þetta er það, en var þetta ekki byrjaði í búsaldabyltingunni? Já. Vopnust er aldrei þar. Já, sko, sumir vilja meina að það hafi eitthvað breyst svona í uppgjöri eftir búsaldabyltinguna. Ég veit það ekki. En þú ætla nú að hérna ríða á vaðið hér í þættinum í kvöld. Þú ert búin að fá til þín góða menn, skils mér, til þess að ræða sko áhrif þessa fatlaða drengs, hans Yazan, á stjórnmálum, bara jafnvel hvort ríkisstjórnin lifir. Hverju ætlar að fá til þess að ræða málin? Ég ætla að byrja á vorkennum svolítið. Það var svolítið sko knappt allt saman hjá mér að boða. Það eru þingfundir og svo eru borgarstjórnarfundur og það er svona eitt og annað. Og þeir þingmenn sem ég náði í, þeir voru til dæmis á Selfossi og náði ekki að koma til bæinn áður. Einn var að lenda í Ríga í Lettlandi og svona eins og stundum gerist. Stundum er það bara svona. En ég ætla samt ekki að gera lítið úr þeim sem ég er með. Það eru fínir menn, sko. Það er Alfred Kjartansson, blaðamaður á Heimildinni, sem er hérna góður blaðamaður og vísít. Og svo er það Björn Leví Gunnarsson. Tók hann ekki þátt einmitt í mótmælunum? Jú, það er ekki síðra. Og svo ætla ég líka, ef ég hef tíma, sko, þá vil ég líka ræða við það sem að, sko, þegar ég var að horfa á Silfrið í gær, þá fannst mér bara, hérna, Sigurður Ingi nánast segja, við erum að keyra Valtara og það mun ekki allir sleppa frá hann. Við ætlum að ná nokkur undir hann. Og það er fólk sem á sér engar bjargir, sko. Og það bara, sko, það er bara svo, það er ísmóla í eyránum, sko. Það er svo kaldir fyrir þessu að það er neyðar ástand hjá fjölda manns á Íslandi núna. Og það þýðir ekkert að tala eitthvað að fyrir að koma, þetta er alltaf að koma, þetta er ekkert þannig, sko. Finnst þér að pólitíkusar séu orðnir svo brynjaðir einhvern veginn gagnvart hinu mannlega að þeir bara ösli áfram göttuna? Nei, ég þeir bara bullis áfram í eigin uppgjöf fyrir verkefnunum. Get ekki játa sig sigraða, játa vannmátt sinn. Þeir bara mista að vera þannig. Og ég hérna... Þú hefur nú fylgst lengi með pólitík. Já, þetta hefur komið allskis mál í pólitík og svona, og eins og bara kringu hrunið, við vorum þar og hvað gerðist þar, að fjöldi fólks fór mjög illa út úr þessu. Ég að hluta og þetta er bara allt, sko. En mér finnst bara einhvern veginn núna, mér finnst að þetta eigi ekki að vera með þessum hættu sem ég held að það sé búin að vera á lengi, sko, ríkisstjórnir sem hafa litið fram í þessu. Eftir hrunið þá stóð mín fjölskylda svo illa að maður keypti ekki einu sinni Ritz-keksbakka í 2 ár. Og hérna ég fór á puttanum austur í Mývatnssveit, veiddi silung og svo gerði ég silungsbollur og þær voru bara hérna snæddar í tíma og ótíma vetralagi, þóttu varla mannamatur. Ég fór ekki í klippingu, ég bara rakaði, ég klippti sjálfur á mér hérna hárið og rakaði það mér. Og ég stundu velti fyrir mér að svo var maður heppinn, maður náði aftur vopnum sínum efnahagslega. Ég og konu mín áttum eitt hérna mjög ungt barn, bara dreng sem var 7-8 mánaða gamall þegar þetta gerist, þannig að við höfðum svo sem við gátum sett athafnir okkar og kærleika í hann og náttúrulega önnur börn okkar. En ég stundu velti fyrir mér þannig að þú varst að minnast á hrunið, sko, hvað það væri gott ef þingmenn þjóðarinnar hefðu sjálfur reynt á eigin skinni að vera fátækir. Ég reyndi það mikið í æsku, en ég hérna, hef svo sem ekki búið við fátækt sjálfur eftir að ég fór að vinna fyrir mér.
En það hefur ríkt í stundum. Já, en maður býr að því alla tíð að hafa einhvern tíman átt of lítið, það ekki? Markar það ekki þig alveg aldur og ævi? Jú, það gerir það. Það gerir það með alla, held ég, svona. Sko, já, það þetta. Maður verður alltaf að borða fyrir báru. Já. Það einhvern veginn þannig en svo það bara ekki alltaf hægt. Það bara þannig. Og Alþingi má ekki vera að skipa bara einhverjum forréttinda fólki og Ingu Sæland því að hún náttúrulega sker svona svolítið frá. Já, ég náði svo góðu skjáskoti af Ingu Sæland þarna í Silfrinu í gær. Það sem liggur ekki vel á minni þegar hún að hlusta á Sigurð Inga og svo gjamma á stundum. Ekki alltaf að koma? Já, maður nefnilega sér það alveg á henni þegar það liggur ekki vel á. Já, hún þekkir þetta, hún veit þetta. Hún gerir það. Já, en það er ég vil ræða þetta líka. Mér finnst þetta vera fyrir, þetta eru 2 stórmál. Það er þessi veiki drengur og svo þeir Íslendingar, íslensku fjölskyldur, eða fjölskyldur Íslandi skulum við bara segja, sem að verða undir valdara ríkisstjórnarinnar. Já. Og hvergi sliðað. Akkurat, ég hlakka til að fylgjast með þessari þá tvíþættu umræðu sem að þú ætlar að standa fyrir og hefja þáttinn á en bara svona rétt að minna á það áður en við fáum örlítil skilaboð og síðan tekur Sigurjón Magnús Egilsson við. Rétt bara að minna ykkur áhorfendur á að hafa okkur í huga þegar þið veljið hvaða fjölmiðla þið styrkið og hvaða fjölmiðla þið styrkið ekki. Við erum með vefsíðu sem heitir samstöðin.is og það er hnappur sem að stendur á áskrift. Þar getið þið látið kannski 2500 krónur renna til okkar ef þið viljið á mánuði. Það er ekki mikið, það er eins og 2 snúðar í brauð og kó, held ég. En örstutt skilaboð og svo fer þátturinn af stað. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, komiði sæl. Þetta er þá fyrsta atriði þáttarins í kvöld, hérna við Rauðaborðið. Aðalsteinn Hjartarson blaðamaður og Björn Leví Gunnarsson alþingismaður. Svona, ég ætla ekki að móðga ykkur, ég reyndi mjög mikið að fá til konu með okkur, en það reyndist alveg ómögulegt. Var það eftir þú sagðir að við? Nei, takk fyrir. Nei, það var eigin, ég var bara ólánsamur, þetta var allt stöngin út hjá mér. Herðu, en hérna, Björn Leví, þú varst við mótmæli í morgun. Já, ég rendi þarna framhjá og bara leiðin í vinnuna. Já. Þegar maður sá mótmælinu, þú voru að syngja svo afskaplega fallega, maður stoppaði og bara fór að syngja með, það voru gömlu leikskólalögin sem maður heyrði bara og fekk bara góðar æsku minningar og í rauninni minningar úr svona fyrstu vinnunum minni eiginlega eftir framhaldsskóla. Já, en þetta er mikið alvöru mál. Alveg rosalega og mér finnst sko mjög áhugavert hvernig þetta er að spilast út því að ráðherra vitnar svo rosalega mikið í bara svona eru lögin. Það er komið niðurstaða eftir 2 stjórnsýslustig eins og það hljóma eitthvað rosalega merkilegt og svo framvegis þegar það eru þau sem að sömdu lögin. Og allavega við vorum að sko vara þau við að svona gæti gerst ef að þau myndu samþykkja þau lög sem að fóru þarna í gegn. En svona hvað? Sko, já, þessu svona aðstæður. Fólki hent út á götu
eins og var hérna fyrir nokkrum misserum síðan. Og að einmitt mál fatlaðs barns myndi lenda í svona aðstæðum og manni alveg spurn hvort að þau hafi áttað sig á því. Okkur fannst þau áttað sig á því, allavega í fyrraskipti sem að breytingar á útlendingalögunum fóru í gegn. Ég veit ekki með seinna skiptið, þeim var einhvern veginn meira sama þá, voru búin að gefast einhvern veginn upp á þessu, bara komum þessu bara í gegn og ljúkum þessu af. Hvort að þau áttuð sig á því að þessar aðstæður myndu koma upp. Að þetta væri uppskriftin rauninni að því sem að gerast núna. Að þau þyrftu að standa frammi fyrir svona erfiðum hlutum. Já, og þá langar manni rosalega til þess að spyrja þau þá núna. Var þetta markmið? Vildur að þetta myndi gerast? Eða eru lögin fóruðu kannski aðeins lengra heldur að þau byggust við eða ætluðu að gera? Já, það er nú samt ekki, sko á viðbröðunum í morgun að dæma, þá er það ekki, þá er ekkert að þess að koma beinlínu svo óvart, nema þá kannski einhverjum ráðherrum Vinstri grænna. Og framsóknarinn, ég meina barnamálaráðherra kallaði í sumar eftir skýrslu úttekt það hvernig þetta mál myndi passa við barnasáttmálann. Ég veist að sú skýrsla eða sú úttekt hafi verið gerð. Nei, en það sem að virðist koma fólki á óvart og þar á meðal einhverjum þingmönnum og ráðherrum að það skulle verið farið inn á Landspítalann til að sækja þetta barn. Og svo Landspítalinn bendir sjálfur á í tilkynningu að þá er það ekkert hafið yfir allan vafa að lögreglan hafi heimild til þess að fara þarna og sækja sjúkling. Þannig að það er það sem að kemur einhverjum óvart. En það verðist ekki komin einu ráðherrum á óvart að það sé fötluðu barni vísað á göttuna á Spáni. En það samt einmitt tekið bara hérna var allt vel gert eftir lögum og alls konar svoleiðis sem ég held að sé bara bull. En það segir það bara til að fyrra sig á einhverju ábyrgð. Og það sem við heyrum þessi svona trúnaðarlæknir sem að sér það að kvitta upp á hvort að fólk sé ferðafært eða ekki. Gerir það bara ekki símtal, bara símaviðtal. Hittir ég vel fólk ekkert. En mér finnst það líka sem að segja, drengurinn er innritaður á sjúkrahúsi þegar ég kom að taka hann. Og þannig að það ætti að vera friðhelgi við leikmennir ímyndum okkur kannski það ætti bara að vera friðhelgi og tekur ekki sjúkling bara úr rúminu og fer með hann og hvað þá barn og svo var hann bara hýstur á listu bara klukkutímum saman. Já, svo er náttúrulega líka bara einmitt staldramaði það og hugsa bara hver var þörfin á því að sækja drengin á þessum tímapunkti, láta hann bíða og það er ekki eins og að sé bara eitt flug á milli Íslands og Spánar. Þú veist, hvað þú veist, það er einhvern veginn allt í ferlinu svo ómanneskjulegt. Mennskan gleymdist alveg þarna. Já, hún gleymdist alveg. Þau eru víst að vinna á bara dagsetningu, það er 21. september þá rennur út svona umsóknin á Spáni. En einmitt, ég stóð í þeirri trú með umræðina og bara þannig að það sé tekið fram ég er búin að vera í hérna 7 mánaða barneignarleyfi þannig að ég er ekki búin að vera að fjalla þetta neitt. En minn skilningur var alltaf sá, og þú þekkir það kannski betur, er að þessi fjölskylda væri með skjól á Spáni en svo ég skil það þannig úr því sem að nú er sagt að hún sé ekki komin með neitt skjól, hafa ekki fengið neina efnislega meðferð eða bara neina meðferð á sínu umsókn á Spáni. Þannig að við erum í rauninni ekki að senda einhvern einstaklinga tilbaka þar sem þeir hafa þegar hlotið alþjóðlega vernd. Heldur í annað umsóknarferli í rauninni. Ég satt að segja, ég þekki ekki þau smáatriði málsins. Fyrst komið til Spánar. Komið fyrst til Spánar voru þar í 3 daga og fara síðan til Íslands. Segjast alltaf hafa verið leiðin til Íslands. Þannig ég velti því fyrir mig, erum við burtsið frá því að hvort þið farið inn á spítala sem mér heyrist einhvern veginn allir nema dómsmálaráðherra og lögreglan vera sammála að hafi verið alltaf lélegt. Að þá erum við að taka eitthvað barn sem er veikt og ætlum að senda það í eitthvað ferli sem er ekki einu svona hafið eitthvað annars staðar. Af hverju? Mjög góð spurning. Mjög góð spurning, bara af hverju. Einhverju verið að svara henni. Ráðherran svara nefnir bara hérna er búið að fara í gegnum ferli, 2 stjórnsýslustig og alls konar svoleiðis og eins og það sé eitthvað heilagt af því að þegar allt kemur til alls þá er það starf okkar á lögþingi að íta bara á
greiða ekki atkvæði nei, takka, þeir allt kemur til alls, þeir bara fylgja sannfæringu okkar, ákveðinni bara samvisku okkar. Það er bara stjórnarskráin þannig, alþingismenn eru bundnir sannfæringu sinni, þeir eru ekki neinu öðru þegar allt kemur til alls. Við erum með faglega stjórnsýslu sem á að fara eftir lögum og þegar að það kemur sko lagaleg niðurstaða eins og þessi, og þá hljótum við að bera hana saman við það er svona fyrirætlanir sem við höfðum þegar við þá samþykktum lög og spyrja okkur var þetta niðurstaðan sem við byggumst við þegar við vorum að samþykkja þessi lög, eða ekki? Já, eða líka bara, lögin funkar ekki, sama hvernig við heldum að þetta myndi gerast, lögin funkar ekki eins og við viljum, við breytum það bara lögum. Alltaf tala lög eins og svona náttúrulögmál og bara það búið að skrifa lög og þá verður þess ekki breytt. Þetta er mjög lögfræðingalegt, sko. Þau nota sett lög sem rök sem er kannski eðlilegt í dómsmáli, en það er ekki eðlilegt í samfélags... Já, að lögfræði eru félagsvísindi. Sko. Já, þetta er ekki samfélagslegu svona umhverfi og sérstaklega þegar maður er að tala við fólki sem að semur lögin, leggur þau fram á þingi, að þau nota einhvern veginn þau rök að það sé einhvern veginn óbreytanlegt eða eitthvað svoleiðis, einhver fasti í jöfnunni sem bara er alls ekki. Þegar sko, þetta er aðeins að koma betur í ljós í dag, að þá sáum við í gærkvöldi, að við sem horfum á Silfrið, að Guðrún Hafsteinsdóttir er bara mjög ákveðin í þessu, þetta breytir engu, þau muni fara. Og mér finnst einhvern veginn eins og þegar Guðmundur Ingi hringir í Bjarna BN og hann hringir þá í Guðrúnu og þá er henni bara eiginlega misboðið. Hún bara segir það að hún hafi teygt sig á langt, hún mátti ekki gera þetta. Og Haukur Arnórsson, stjórnsýslufræðingur, hann segir, ég sé stjórnsýslufræðingur verið að segja að ríkisstjórnin hefði ekki átt að láta neyða sig til lögbrota, hún hefði frekar átt að fara frá, við verðum að búa í réttaríki. Og mér fannst hún eiginlega vera að tala í þessa áttina, sko, Guðrún. Já, hún bara viðurkenndi það í rauninni að hún hefði brotið lög, en sko frá mínu sjónarhorni séð að þá er líka skylda fyrir henni að ræða mikilvæg málefni fyrir ríkisstjórn. Við höfum landsdóm einmitt það að ráðherra hafi gerst brotlegur vegna þess að hann fundaði ekki mikilvæg málefni fyrir ríkisstjórn. Og ef þetta er þannig mál að ríkisstjórnarsamstarfið er í rauninni hættu, þá er það alveg skiljanlegt. Þetta er svona kannski þolendalaus glæpur ef eitthvað er allavega að fresta þá brottförinni, eins mikil skaðið og var samt að fara í hana í heild sinni, að ég skil alveg þannig er valið að brjóta þá kannski mögulega lög varðandi umfjöllun mál fyrir ríkisstjórn og að brjóta þá þessi lögum brottveikninguna. Þannig að ég myndi allavega skilja sem svo að það hefði verið þá rétt ákvörðun, svona varlegri ákvörðun að taka málið þá fyrir ríkisstjórn og segja þá allt í lagi við skulum ekki... En þá leið og drengurinn útskrifast að sjúkrahúsi, sem vonandi verður fyrir seinna, sem ekki svo mikið veikur, að þá eiga þau þetta á hættu að vera sem sagt send úr landi. Já, jafnvel bara strax í dag. Hann er reyndar á sjúkrahúsi, ekki? Já, en það var ekkert vandamál fyrir lögreglunni eða dómsmálaráðherra. Dómsmálaráðherra segist hafa með óbræði munni stoppað þennan brottflutning af því að það átt að ræða til ríkisstjórn. Nú er búið að ræða til ríkisstjórn. Og hvað svo? Verður þá ekki bara að fara aftur inn á spítalann? Aftur er þessi drengur látin kannski sitja hérna í 8, 9, 10 klukkutíma að bíða til flugi? Nei, ég veit ekki, þetta er allt einhvern veginn. En henni var misboðið, það er alveg augljóst. Já, hugsa maður sem það, henni var misboðið að einhver skildi vilja staldra við og ræða það hvort það ætti að senda veikt barn úr landi og götun á Spáni eða í einhver óljós úrræði á Spáni. Það var ekki það að það væri óbræði munni að fara inn á spítalann og sækja drenginn og láta hann dúsa í 8 tíma á flugvelli. Nei. Það var bara... Það eru lagalegur ekki notuð og frið einhvern veginn samvisku sína út frá því að þetta var nú samkvæmt lögum. Sem þau settu og allt þetta er svo rosalega óþægilegt. Og jafnvel á þess að gera sér grein fyrir þýðingu þeirra. Einmitt. Eins og þú varst að segja það. Það er svo margt ómanniskjulegt löglegt, sko. Það er það nefnilega. Og þess vegna er þetta svo mikið samvisku hlutverk að þingið í rauninni, við erum með lýðræði með þingbundna stjórn, en í raun og veru erum við með, eins og staðan er núna,
allavega 3 ríkisstjórnir, ef ekki bara 12 ríkisstjórnir, þar sem að hver ráðherra er rauninni að vinna í ákveðnu geðþóttavaldi og þingbundin stjórn er bara eitthvað sko djók með núverandi aðstæður. Já, en það er líka, mér finnst líka þessi sko ráðherrarnir að mjög styrir hafa svo mikið sko mikla peninga, þeir geta verið að verja peningum í eitt og annað og svo ég veit ekki hvort það sé allt í fjárlögum þessa, svo ég veit ekki. Nei, núna er ekki lengur í fjárlaganefnd. Nei. Eina ástæðan fyrir því er einfallega bara að ég bara tek ekkert marka á þessu fjárlagafrumvarpi. Fjárlagafrumvarpinu undanfarið og fjármála áætlanirnar hafa verið þannig að það er lagt fram á þingi. Svo tekur við ákveðin tími þar sem er gjörsamlega tilgangslaus umfjöllun fjárlög eða fjármála áætlun af því að við vitum að það koma uppfærðar tölur einhver tíman, rétt bara í desember eða maí eða júní þessan í fjármála áætluninni sem að gjörbreyta öllum forsendunum og gera alla umfjöllun og allar umsagnir og allt sem sagt frá framlagningu til uppreiknings gjörsamlega tilgangslausan. Ekkert við að gera. Við þurfum í rauninni að fá nýjar umsagnir allar breytingarnar og heildaráhrifin sem eru þar en við fáum aldrei tíma fyrir það því að það eru bara að koma þingdók og allir að fara heim í jólafríði eitthvað svoleiðis. Þannig að ég tek 0 mark á fjárlögum en það eru ráðherrar bara farnir að fara með fjárheimildir á gríðarlega frjálslegan hátt þegar allt kemur til alls. Ákvarðanir það hvernig á að fella niður sjóði hinga og þangað sem jafnvel kjarasamningsbundnir og ég veit ekki hvað eru bara, þetta er orðið villta vestrið í þessu sko. Já. Það er svona frelsi þeirra til fjárútláta ríkisins er mjög mikið. Algjörlega. En strákar, þetta er eitt mál. Og þetta er vondmál. Svo ég orðið kannski frelsið nei en framkvæmdin já. Þannig að mega þeir nú ekki en gera það samt. Frelsið til framkvæmda. Frelsið til framkvæmda. Það tekið skrefinu lengra heldur en lögum og ber fjármál gera ráð fyrir að það megi gera. Og hvaða stjórnarskrafin. En það ríkisstjórnin hefur enn sem komið staðið þetta sér. Já. En það er kannski jút sem með það, ég veit ekki. Jú, að þau keftust nú við það ráðherrarnir að segja að ríkisstjórnarsamstarf var ekki í neinni hættu og aldrei neinum stjórnarslitum verið hótað og Svandís sagði nú Svavarsdóttir, ég veit ekki hvað að kalla hana, er hún ekki eitthvað svona de facto leiðtogi? Aldrei verið örugar eitthvað svoleiðis sagði hún sko. Já, ég meina að við erum búin að komast í gegnum allt sem við komast í gegnum þá lifum við þetta af. Og er það ekki líka dálítið, sko ekkert að þessum flokkum myndi vilja fara í kosninga núna? Nei. Þú veist, ég skil það ótrúlega vel út frá... Vinstri græni kannski fristandi ef þetta mál er sko eða hvað 300-400 manns að mútmæla því hvort er þetta það stórt mál? Já, en segja síðan leið sko einmitt. Það er eitthvað sem ég var að ranta hérna á skrifstofun áðan. Bara þau eru búin að vera að bíða eftir einhverju mómenti. Það sem að þeirra gamli hópur, stuðningskjarnahópur er einhvern veginn ánægður með það sem að Vinstri græn gera. Það var í morgun, alveg þangað til að ráðherrarnir mættu og sögðu, já, nei, við ætluðum nú ekki að gera neitt í þessu, við ætluðum bara að ræða þetta og það var aldrei neitt í hættu. Við höldum bara áfram eins og ekkert að við skorist. Þá held ég að hafi strax mist þetta moment frá sínum gömlu stuðningsmönnum. Skutuð framjá bara strax og við gátu. Já, ég hefði á tilfinningunni. Svo er það ekki sko kjarnahópurinn sem að endilega ræður kosningunum þegar allt kemur til alls, niðurstöðum kosningana. Þið þurfa náttúrulega kannski að tryggja baklandi. Þetta er stærri baklandi sko. Þau eru að horfa í rauninu upp á sko, áhrifin sem að komu vegna Bjartar framtíðar sko. Bjart framtíð gerði að mínum mati tók rétta ákvörðun eftir trúnaðarbrest í ríkisstjórn að slíta samstarfi. Bara þannig virkar trúnaður innan ríkisstjórnar og svo framvegis og þú getur ekki gengið á hana að það sé afleiðingar af því. Jú, er það samt ekki? Getur ekki gert það? Er það ekki það sem að þetta ríkisstjórnarsamstarf hefur sýnt fram á? Núna já, einmitt. Og þau eru raunni geta ekki slitið samstarfinu einmitt út af því að þegar Björt framtíð gerði það, þá þurrkaðist Björt framtíð út af þinginu. Þrátt fyrir raunni hafa tekið góða ákvörðun. En Reykir, ég er þeirra skoðunar að Björt framtíð að banabitinu var að ganga inn í þessa enga ríkisstjórn. Ekki að þeir slítinni, heldur að því að það gengur inn í hana. Þá var þetta bara búið. Já, ef ég man líka rétt að þá var Viðreisn tilbúin að slíta þessu ríkisstjórnarsamstarfi út á sömu
ástæðu, sko. Þú voru bara Björt Framtíð og fyrir til, sko. Og nú eru þeir bara þau að dansa bara ágætlega í sín 10-11%. Ásýndin samt svo að því að Björt Framtíð sleit og þá var henni runni refsað með því að fella hann á þingi. Það er sýnin sem að fólk hefur á þá atburðarás óháð því hvað er raun og veru gerst. En Vinstri græn eru náttúrulega allt annars eðli sem stjórnmálahreyfing heldur en Björt Framtíð var. Þetta er stjórnmálahreyfing með dálítið sterkar svona hugmyndafræðilegar stoðir, allavega í orði, og svo er náttúrulega það sem er búið gagnlega fyrir að hafa ekki fylgt í eftir ríkisstjórn. En þetta er náttúrulega á sér langa sögu, eru með svona innviði sem að margir nýju flokkar sem að spretta fram hafa bara einfallega ekki og Píratar hafa verið að reyna að byggja upp. Og það er bara rosalega erfitt, sko. Það er rosalega erfitt að ná svona víðtæku félagsstarfi allt land. Það eru alltaf þessi flokka áhrif á hverjum stað sem er rosalega erfitt að yfirstíga. Bara ef við höfum alveg fengið dæmi þess að fólk sem vill koma og taka það til félagsstarfinu, og þá er bara atvinnuútilokun sem að horfir fram á. Þetta er rosalega erfitt. Eru dæmið það? Það er dæmið það, ójá. Fólk hafa mist vinnuna af því að það... Nei, hótunum það. Þannig að það ekki leitt til þess að fólk tekur ekki þátt. Það sem að leynir sér ekkert, sko, ekki í smærri samfélögum. Það fer eitthvað milli mála ef einhver orðin Pírati. Nei, mitt. Og það geta mist verkstjórastöðuna. Já, ég veit ekki hvort það er svo stóra stöður eða hvernig sem það var. Það eru nokkur dæmi sem við höfum þetta. Já. Herðu, sko, þegar ég var að horfa á Silfur í gær, á eina manneska sem ég skildi fullkomlega þarna var Inga Sæland. Henni var svo misboðið. Út af sko efnahagsástandinu og þessu okurvöxtum og álögum sem er á fólki. Og mér fannst þetta Sigur Ingi bara að vera svolítið bara rokkinn með þetta og það verði alltaf ykkur undir og hann alltaf bara kom á altaranum bara og ykkur myndi verði undir honum, tækist ekki öllum að bjarga sér og eins og það væri í lagi, sko. Já, ríkisstjórnin er búin að tyggja þessa möntru aftur og aftur að það sé bara allt hérna í himnalagi og ráðstöfunartekjur og ég veit ekki hvað sem er bara ósambærilegar við allt annar staðar í heiminum og ég veit ekki. Já. En svo þegar við að skoða, þetta var ný könnun sem var að koma út, prósent, við vorum að fjalla þetta hérna í bakherberginu að sem sagt hvað er alltaf 40% heimila sem eru í rauninni annarkvort að ganga á sparifé sitt eða þaðan að verra í rauninni til þess að ná endum saman hver mánaðamót sem er breyting frá sko í kringum fjórðungi í staðinn fyrir 40%. Það er breyting sem er að gerast á þessum undanförnum misserum að ráðstöfunartekjur er að skreppa saman og það er alltaf verið að horfa sko, alltaf verið að velja út í fjárlagafrumvarpinu það er alltaf verið að velja út sko einu stærðina sem að sko lítur vel út meðaltölin yfir alla því að við erum með skekta tekjudreifingu og þess aftar og þá er óslega þægilt horfið í meðaltölin svo horfið miðgildi og það er allt önnur staða þar í miðgildinu eru flestir augljóslega þá erum við ekki að horfa á það sem er að toga okkur upp hérna í tekjum í meðaltalinu. Já, við sáum þetta þegar við tókum saman hátekjulista heimildarinnar sem að við gerum líka þegar þetta heit Stundin þá vorum við með svona hátekjulista og við séum það að þú þarft töluvert auknar meira af tekjum á ársgrundvelli núna heldur en árin þar áður til að komast í þetta 1% sko. Þannig að, það er fullt af fólki sem hefur það miklu betra núna heldur en áður. Já, það má ekki vera fyrir. Nei, ég er að segja. Í öllum gagnagreiningum tekur þú útlagan alltaf frá til hliðar til að reyna að sjá raunverulegu myndina. Akkurat. Og það hefur ríkisstjórnin aldrei gert. Hún har alltaf fundið glansmyndina og verið tilbúin í glærusýningarnar og frasakeppnina og svo framvegis. En neitast að horfa í augu við það að við verðum að skoða hvar er sko í rauninni núllið hver mánaðamót að lenda. Hvað er í svona tekjutíundunum það að færast fram og tilbaka. Og allar vísbendingar eru það að það sé að færast upp tekjutíundunar núna undanförnu, einmitt sérstaklega vegna aukna álagna vegna hærri vaxta og svo. En hvað er þetta stór hópur sem er ekki endur saman? Það var talað þessi 39% sem eru einmitt að ganga á annarkort sparnað eða eru að safna skuldum nákvæmlega, sem er 40% heimila held að það verið. Þetta er svona allt í kringum okkur.
Þetta í rauninni, þá ertu þarna undir, allir sem eru undir miðgildinu eða svo, sem eru í þessum krökkum. En það sem ég ætlaði nú að segja, ekki bara brandara hátekjulistan og það fólk sé nú að þýna svo miklu meira, en það sem við sjáum í gögnum, að því við söfnum sko töluvert mikið meira af gögnum heldur en bara þessu 1% til þess að vera vissum að hafa alveg örugglega þetta 1%, og það sem við sjáum að sko, þeir sem eru á listanum hafa töluvert herri ástekjur núna heldur en í fyrra, eða sem sagt þetta fyrir 2023 heldur en 2022, en síðan fallið, sem sagt þú kemur niður í prósent nummer 2, það töluvert sko. Þannig að þetta sko, það virðist vera, og nú hef ég náttúrulega bara þessi gögn til að skoða og ekki, við fæum náttúrulega ekki öll gögn frá skattinum sem skrítið og við getum tekið sérstaklega umræðu eitthvað að senna, en þarna kemur fallið bara tiltölulega hratt. Þannig að þeir sem eru í sko ekki efsta prósentinu, heldur kannski næsta prósentu þar á eftir, eða jafnvel prósentinu þar á eftir og niður kannski 5%, það orðið fólk sem eru kannski bara læknar og ganga vaktir eða eitthvað fólk sem vinnur störf sem við sem samfélagi erum bara held ég öll með mikinn skilning á að fá bara dálítið vel greitt fyrir sína vinnu, en það þetta efsta 1% sem eru algjörlega úr takti við allt sko. Og nú hef ég bara tilfinningu að því ég búin að gera þetta í nokkur ári í röð að þetta sé að verða sko meira. Þetta augljóslega hópurinn sem að svona fá rjóman til sín. Og hinum endanum þetta fólk sem birtist í þessari könnun sem ég var einmitt bara að skoða áður en við löpuðum inn með þessu áhugavert, sem þarf að ganga á sparnaðinn sinn eða safna skuldum til þess að ná endum saman. Já, ívítar átt að skuldir heimila eitthvað ævintýralegt, sko. Ekki? Jú, það hefur verið að hækka sérstaklega í svona smálánunum var vesen og yfirdráttar lánin, og það sem ég fannst alltaf sko sorglegast þegar sko maður var að fá seðlabankastjóra inn á opna fundi og svoleiðis, og þá var maður að reyna að spyrja hann einmitt þessa þróun, og svörin voru bara við höfum ekki þessi gögn, sem rosalega skrítið. Þessi gögn voru til staðar fyrir seðlabankan eftir hrun til þess að fara í alls konar útreikninga varðandi leiðréttingur og svo framvegis, en svo virðist heimildin einhvern veginn hafa horfið. Þannig að það sem að seðlabankinn sér í rauninni bara staðan þegar að lánið tekið, hann sér aldrei þróunin á því. Og það eru að giska rosalega mikið. Mér finnst það rosalega slæmt sko þegar verið að taka ákvarðanir hækka stýrivexti og ýmislegt svoleiðis að seðlabankinn hafi ekki betri gögn en þetta. Við erum í rauninni bara með sko vísbendingar í gegnum eins og svona kannanir, í gegnum svona aðeins mál hjá umboðsmanni skuldara til dæmis, eða kannski það sem kannski bankar gefa út svona af og til. Við erum með rosalega margar vísbendingar hvernig þetta að þróast, en ekki nógu haldbær gögnir til þess að geta einmitt séð hvar var svona nullpunkturinn, hvar var, þú veist, hversu miklar sko tekjur var fólk að hafa til þess að vera með 0 sko bara eftir hver mánaðamót, og hvernig sá nullpunktur búin að hreyfast núna á þessum árum þar sem að vextir hafa hækkað og í rauninni þessi kaupmáttarrýrnun hefur átt sér stað. Þannig að það rosalega erfitt að segja það, en vísbendingarnir eru alveg til staðar að þetta sé að aukast svona. Hér í þætti hefur áður komið fram að þingmenn segja að sko þegar þeir eru á opnum nefndafundum að þá sé ómögulegt að gagnspyrja. Það erfiðara út af svona sko bara formatinu. Það ekki eins mikið fram og tilbaka sko, og hægt að grípa kannski inn í að útskýra aðeins betur. Tíminn líka oft skammtaðri. En það þegar allt kemur til alls ákveðin fundarstjórn. Maður sér þetta í þingum annars staðar í heiminum, bandaríska þinginu til dæmis, þar sem að bara hver nefndamaður 5 eða 10 mínútur bara til þess að tala við gestin. Getur gripið fram í hvernig sem og þetta alveg hægt að leysa þetta vandamál. Þannig að þú veist, þetta svona formslegt. Samt sem við erum að tala hérna, þá erum við að segja að sko nauðsynlega svona grunnupplýsingar liggja hvergi á lausu. Nei. Það hver og einn að leggjast í útreikningsvinnuna til að geta tala þetta fullu viti. Og yfirleitt með sko
bestu gögnin koma kannski í umsögnum frá ýmsum, þú veist eins og ASÍ eða VFR eða jafnvel Reykjavíkurborg í fjárlögum og svo bara frá sko fjármálaráðuneytinu og það eru þú veist, það eru gögnin sem búið að velja út glansmyndina vegna og maður þarf alltaf að vera að reyna að sko skjóta einhvern veginn í þau hvernig þau passa síðan við það sem að hinnir eru að segja og maður fær aldrei grunngögnin og það er rosalega erfitt að finna svona oft göt á þessari glansmynd sem alltaf verið að sýna okkur því að þegar maður fer í hagstofugögnin þá eru þau á flóknu formati maður sér illa einmitt efstu tekið tíundinar þar og bara að reyna að púsla því saman mjög mikil vinna og mjög óáreiðanlegt ef maður er að spyrja spesifískra spurninga eins og bara hvar tekið tíunda vandinn. Já, með þess að þú búin að segja alls þetta, og ég mynda með það, þegar við talum svona efstu tekið tíundina, að hún svo skökk að sko, þeir sem eru hæst uppi, að þá líta þeir kannski ekki eins ofboðslega illa út í samanburðinum vegna þess að prósessunum eftir þeim. Einmitt, ef þú myndir taka efstu tekið tíundina, þetta vaðist nú fyrir mér og myndi skipta henni upp í tíundir þá væri það mjög áhugaverð mynd en það sést í blaðinu ykkar já, upp að einhverju marki sko. En við náttúrulega förum bara niður í skatt það sem eru 20.000 blaðsíðna PDF-skjal sem við þurfum bara að fletti í og megum ekki taka afrit af með neinum hætti nema skrifa það niður og við mætum hérna tæplega 20 manns og erum í 2 daga eða 3 daga fyrir eftir hversu dugleg við erum og það bara ansið takmarkað á gögnum sem að við getum safnað. Svo þessu bara en úr það ekki samt nógu stórt til að taka mark á því? Já, við getum sagt bara nokkuð nákvæmlega hvað þetta tekju hæsta prósent þérnaði, bæði í launatekjur og fjármagnstekjur en við getum því miður ekki sagt mikið umfram það sko. Það sem ég var að nefna áðan með þessi skörpu skil það svona meira tilfinning sem ég fæ út frá þeim gögnum sem við söfnum en ég kannski bara hveti Björn að reyna að koma búin að vera að reyna að koma því í kring að ég fá að skoða öll þessi gögn yfir lengra tímabil. Ég myndi vilja hafa kerfið svo sem svipað eins og í Noregi að þar má fletta upp í þessari álegningsskrá hvenær sem en sá sem að á tekjunar eru sem að vera að fletta upp hann fara að sjá lista yfir það hver að fletta upp tekjunum Já, svo það ekki sanngjarnt? Jú, ég held að það sé líka allilega þá reyndar það erfitt að gera svona tekjuupplýsingar eins og við erum að vinna úr því að við þurfum þá að fletta upp Já, það annað verkefni sem maður búin að vera að reyna að lobbya fyrir alltaf hjá Hagstofunni þegar hún kemur til fjárlaganefndar að fá í rauninni svona nafnlaus gögn bara tekjudreifinguna Já. Maður þarf ekkert að fara endilega niður á einstaklinga þegar maður bara fær allar krónutölunar sem slíkar og kannski námundar næsta 1000 eða 2000 eða eitthvað svoleiðis bara svona til þess að hafa þetta einfaldara og þá sér maður heildarmyndina og þá getur maður gert alls konar útreikninga í þegar maður pæli í skattabreitingum eða einhverju þvílíku eða einmitt fullyrðingum það hvernig tekjudreifingin liggur En svo getur maður, ef maður á nóg peningum þá getur maður alltaf stjórnaði hvað tekjur eru gefnar upp og hvar þær verða til og hvernig þær eru greiddar út og þar fram til guðum eitthvað sem að fólk sem aðeins niðar á listanum Já, og fleiri, ég get ekki ímynda mér til dæmis hversu mikið í rauninni af tekjum fara inn í gegnum svartahagkerfið, til dæmis í gegnum vímuefni og ýmislegt svoleiðis. Og hvar þarf í rauninni að stunda ákveði peningaþvætti til þess að rúlla öllum þeim peningum einhvern veginn inn í hagkerfið. Það bara mjög áhugavert pælinga að sjá hvar allir þeir milljarðar í rauninni, hvar þeir komast inn í raunhagkerfið. Heyrðu, en hérna haldið að ríkisstjórnin lifi til næsta haust? Nei. Já, ég held það. Ekki næsta haust. Akkur segir nei? Ég allavega með þá tilgáttu að það sé að koma augljóslega að koma nýr formaður í Vinstri grænum en ég held að koma nýr formaður í Sjálfstæðisflokkinn líka. Sem í febrúar eða ekki? Febrúar, jú. Nýr formaður í Sjálfstæðisflokknum hefur engan áhuga á rauninni að einhvern veginn samsama sig við þessa ríkisstjórn eða eigna sér einhvern veginn þessa ríkisstjórn síðustu mánuði kjörtímabilsins. Og það tækifærið verður í rauninni nýtt til þess að hafa þá bara vorkosningar.
og endurstilla það að nota það sem ástæðu fyrir því að ríkisstjórnarstarfinu myndi, væri lokið ekki einmitt af því að þau einhvern veginn springa í loftið eða eitthvað sliðis, heldur bara svona við ætlum að málefnalegan hátt að fara aftur í vorkostingar af því að hauskostingar eru svo slæmar fyrir fjárlög. Já, en eru nú ekki alla líkur á því að nýr formaður Sjálfstæðisflokksins komi úr þessum ráðherrahópi, það er ekki skiptir svo samt ekki máli viðkomandi ráðherra er ekkert að fara að fjarlæga sig ríkisstjórninni sem að ég veit það, en þau klára kjörtímabilið, þau bara ákveða að hafa vorkostningar í staðin fyrir hauskostningar. Já, laga þessar skekkjur sem eru búin að vera með. Ef að Bjarni verður hins vegar áfram, þá var það tímalaust hauskostningar. Þannig þú vilst ráð fyrir því að Bjarni hætti? Ég held að margir að pæli, nei, ég held að hann væri aldrei felldur ef hann býður sig fram. Það er ekki séns það er það sem að sjálfstæðismenn hafi verið að vesenast í undanferðið að reyna að finna einhvern annan í stað en þau bara hafi ekki getað það því að leið og Bjarni stígur til hliðar og verður eitthvað formannskjör þá er Gulli líklega að fara að vinna og þeim finnst það ekkert rosalega spennandi sem er mjög áhugavert. Heyrðu, en við ætlum að segja þetta gott. Ég þakka ykkur fyrir komuna. Nú erum rétt að byrja. Já, ég held að hún heit okkur upp. Hvað baka mikið fyrir jólinu? Nei, heyrðu, segjum þetta gott að sinni. Aðalsteinn Hjartarson og Björn Leví Gunnarsson. Takk fyrir. Og ég held að Gunnar Smári taki við að mér. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, aðal efni ríkisstjórnarfundarins í morgun var brottvísun eða afturkall á brottvísun fallastrengs frá Palestínu í Assans. Það er nú kannski ekki alveg ljóst hvert framhaldið verður en þó má ráða af ýmsum ummælum, ummælum ýmissa ráðherra að málið verið ítt áfram í vonum að finnist einhver önnur lausn, kannski líklegast að það verði hætt við brottvísun vegna þess að fresturinn er liðinn til þess að senda fjölskylduna aftur út til Spánar og þá verði útlendingayfirvöld á Íslandi að taka umsókn þeirra til efnislegra meðferðar og það mun taka eitthvað tíma og kannski ólíklegt að fólki verði vísað aftur til Palestínu en hvað veit ég. Ástæðan fyrir að þetta mál er komið á þessa stöðu er náttúrulega fyrst og fremst dugnaður og elja mótmælenda og hluta því fólki sem hefur staðið í baráttunni fyrir að halda Yazan hér og fjölskyldu hans hér á landinu er hingað komin að Rauðaborðinu. Hérna er María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Gemp og Kristbjörg Anna Elínudóttir Þorvaldsdóttir. Arna, já. Arna, fyrirgefðu, Arna. Og Pétur Eggerts Pétursson. Daniel Þór Bjarnason og Anna Lára Steindal. Hvað það náttúrulega munnaði hársbreidd að fjölskyldan yrði í Sendulandi og það hefði líklega verið gert ef ekki hefði verið mótmæli hérna, ekki? Jú, mikið rétt. Þetta voru bara nokkra mínútur held ég sem að ég meina þau voru á leiðin upp í vélina. Skilst mér þegar að þetta var bara kallað tilbaka. Og það hefði ekki verið gert, ekki verið afturkallað ef ekki hefði verið mótmæli, svona virk? Nei, og ég efast að það var nú kannski ástæðan fyrir því að þau gerðu þetta svona með þeim hætti sem þau gerðu. Þau náðu í drenginn þetta upp á miðnætti á sunnudagskvöldi af því að þau reiknuðu með því að það væru nú bara flesti farnir að sofa. En ekki við vorum ekki farin að sofa. Já. En Kristbjörg, má ég spyrja þig svona... hvernig mótmælin eða þessi hreyfing, þetta er óformleg hreyfing, hvernig hún myndaðist og hvernig hún hefur þróast? Ég er búin að vera í máli með Yazan frá því í lok febrúar eða byrjun mars og ég kynnt honum gegnum sálfræðing og þann hafði ég samband við bara No Borders aktivista og aðra og við myndum bara svolítið teimi utan Yazan og svo er búið að bætast við það núna vinir Yazans og það er bæði þá verið No Borders er búið að standa fyrir svona kannski harkalegri aðgerðum og vinur Yazans með samstöðufundum en bara alltaf með velferð Yazan að leiðarljósi. Já, og svona viss samstæð þarna á milli að þið takið að ykkur mótmæli sem eru kannski of harkaleg að borgaralegra fólk myndi ekki vilja sem að getur eins og að mæta á Austurvöll í samstöðufundi vina Yazan. En við erum búin að vera í nánu samband til þess þroskað hjálp í gegnum ferlið og Dusen samtökin og ÖBI og aðra sem búin að leggja okkur lið. Anna Lára, þroskahjálp? Já. Þið hefðu tekið þátt í þessu? Við höfum tekið þátt í þessu og
þetta er náttúrulega ekki fyrsta málið af svipuðum toga sem að við komum að. Það er nú kannski ekki nema 2 ár síðan að við stóðum líka í hérna baráttu fyrir Hussein. Og okkur blöskrar að þegar það mál komu upp að þá fórum við mjög víðtækt samráð við útlendingayfirvöld og fleiri hvernig mætti koma í veg fyrir að nokkuð svona gæti nokkuð tímann gerst aftur. En það gerist aftur. Og hérna sem er náttúrulega bara þyngra en tárum taki og okkur finnst áskaplega leiðilegt að horfa upp á sama tíma er verið að vinna hér metnaðarfullar stefnur innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna, þannig okkur er bara óskiljanlegt að á sama tíma og öll svo vinna sem er að fer fram núna í félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu á málefnum fatlaðs fólks á sama tíma og hún er að fara fram og þá getur þetta gerst, við bara skiljum þetta ekki. En hvernig upplifir svona samstöðuna í samfélaginu? Haldið að mikill meiri hluti landsmanna vilji að Yazan og fjölskyldans fá að vera hér? Já, ég held að... Bara afgerandi meiri hluti? Já, ég held að það sé nokkuð ljóst. Ég held að almenningi hafi bara blöskrað og flestir hafi vaknað þarna upp í vondan draum. Ég fann það mikið bara á mínum svona persónulegum miðlum og ég fekk mörg símtöl í gær frá fólki sem áttur hreinlega ekki orð yfir bara þessu ofbeldi sem að þessi fjölskylda hefur fengið að sæta frá Íslenska ríkinu. En þá er staðið svolítið sérstök að mótmælendur sem oft er litið á, þeir eru að segja frá því hvort þessu friðsum, ekki friðsum, það er litið á eins og mótmælendur séu eitthvað sem að geti raskað lög og rétti. En þið lýsið þessu þannig að þið hafi verið raddir mikill meirihluta þjóðarinnar? Já. Mannréttindasáttmála sem að íslensk stjórnvöld hafi skrifað undir? Eiginlega fulltrúar laga og réttar? Það skín náttúrulega bara úr þeim hóp sem er núna saman komin til að halda utanum Yazan. Þetta er bara góður þverskurður af fólki alls staðar að úr samfélaginu. Og mér langar líka að benda á það að þó að No Borders séu kannski með ákveðin orðstýr á sér, þá veit ég ekki til þess að No Borders hafi komið raunverulega að einhverjum ófriðsumum mótmælum bara nokkuð tíman. Þannig að það er kannski eitthvað við það að vera með lambúsettur á mótmælum og að vera með ákveð anarkista lúk sem að tikkar í einhver box hjá fólki. En mótmæli hafa verið friðsum í alla staði, sama hvort það eru No Borders eða vinir Yazan sem að standa fyrir þeim. En við vitum að það er fólk sem er til í að koma á samstöðufund á Austurvelli eða í Háskólabíói sem að myndi ekki fara í mótmælastöðu við ráðuneyti. Já, það er bara þannig. Já, algjörlega. En bara svo að lína sér dregin að fólk á ekki að búast við því að ef það er kallað til No Borders mótmæla að það verði ófriðsum mótmæli. Þetta eru allt ungi krakkar, maður hefur hitt meiri hlutan af þessu fólki. Þetta eru bara ungi krakkar með mikla ástríðu fyrir réttlæti og þú veist, þau eru kannski að segja hlutina beinskeyttara en aðrir og svona stökkva yfir diplomasíu en þetta eru friðsami krakkar. Já, og eins og ég var að benda á eru að flytja boðskap eða afstöðu meirihluta þjóðarinnar og sáttmála, mannréttindasáttmála sem að stjórnvöld hafa gengist skrifað undir öfugt við ríkisstjórnina. Já, akkurat. Og stjórnvöld. Já, þetta er náttúrulega bara stór skrítið atriði. Við erum með bæði lögum réttindi sjúklinga sem ættu að stoppa svona framgang gegn fötluðu og langveiku barni. Við erum með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem Ásmundur Einar hefur sagt sjálfur að eigi að trompa svona aðgerðir og eigi að standa framar öllu. En síðan verðist það ekki vera fyrir en að það er komið í einhverja ögur stöðu þar sem að dómsmálaráðherra fer á eigin forsendum í eitthvað svona verkefni, setur alla ríkisstjórnina í mjög óþægilega pólitíska stöðu. Þannig að það er ekki fyrir en að Yazan er 5 mínútum frá því að vera fluttur á brott sem að stjórnmálamenn láta í sér heyra. Þú veist, ég hef sjálfur kallað eftir viðbröðum frá Ásmundi Einari í langan tíma. Það hefur verið vídeo í dreifingu sem að snýr sérstaklega að því að kalla hans viðbröðum. Ekkert hefur heyrst frá honum fyrir núna. Þannig að það er rosa skrítið að sjá ráðamenn ætla að tala núna eins og þeir séu eitthvað að stíga inn í og axla einhverja ábyrgð þegar ég veit ekki betur en að það hafi bara verið samstaða inn á Alþingi að nálgunin sem átt að taka á þetta mál var bara að láta forsendur sem standa núna fyrir brottvísun Yazans renna út svo að enginn þyrfti að taka ábyrgð á þessum mannréttindabrotum og síðan sé bara hægt að skauta yfir í næsta mál og það verður bara tekið á því eða ekki tekið á því þegar það kemur. Áttu við að ráðherrarnir sé að leita að einhverju lausn sem að ekki þannig að þið slegið á puttana á lögreglunni eða útlendingayfirvöldum en þó þannig að þið þurftu ekki þannig að Yazan fengi kannski að vera hérna án þess að
á þess að það yrði raunverulega, honum yrði eiginlega veitt leyfið. Já, á ákveðnum... Og svo kæmi allt í já, hann bara búinn að vera hérna svo lengi að þar leiðandi getum við ekki, þannig að í svona í burtu. Akkurat. Það sé að vera að leita einhverju svona skítugri leið. Já. Já, bara vilja ekki gefa fordæmi fyrir að annað fallið fólk geti sótt hæli hérna. Og þá skánar kerfið aldrei. Nákvæmlega. Þá lærir það aldrei. En það sko, mér finnst líka svolítið sérkennilegt sko, hérna einhvern veginn þessi orðuræða að ráðherrar beringa ábyrgð á þessari aðgerð eða þessari niðurstöðu og þau þurfa bara að hlíta niðurstöðum kærunefndarinnar og útlendingastofnunar vegna þess að auðvitað voru það þau sem settu reglurnar sem kærunefndin og útlendingastofnun starfar eftir og það ekki eins og sko í þessu ferli sem að búið að vera í gangi núna talsveit langan tíma með breytingar á útlendingalögunum að mannréttindasamtök og mannúðarsamtök hafi ekki gert stórkostlegar athugasemdir við þessar breytingar og þetta ferli enn í gangi. Það öll mannréttindasamtök á Íslandi sem andmæla þessum breytingum á lögunum. Bara ég held að ég geti fullir það, þú veist, og þannig að þetta svona dálítið svona hólur hljómur í því að þau geta ekkert gert vegna þess að þetta sé bara einhverjar ákvarðanir sem að fólk innan stofnana taki vegna þess að sjálfsögðu voru það þau sem settu lögin sem að þau eru að vinna eftir. Og þingið hefur áður breytt lögum ef það eru ósátt við framkvæmdina hjá stjórnsýslunni og það gerðist í útlendingalögunum út af kærunefnd útlendingamála sem að vildi ekki breyta úrskurði eða þess stefnunni sem að útlendingastofnun hafði áður haft í sambandi við fólk frá Venezuela. Þá breyttu við lögunum til þess að breyta framkvæmdinni. Já, mér finnst þetta svolítið áhugavert samtal sko, með ráðherrarnir hvernig þeir lýsa yfir, ég bara vanmætti gagnvart kerfinu. Þessi þolendur. Já, þessi miklu þolendur kerfisins sem að þau, vissulega tóku þátt í að búa til. En til hvers erum við með ráðherra? Og mér finnst bara kannski allt í lagi að spyrja sig að því. Ég meina að þetta fólk verður vera gjörsamlega valdlaust. Það getur ekki gert nokkuð skapaðan hlut og það treystir bara okkar kerfi, af hverju í ósköpunum höfum við þessa ráðherra? Já, en það spurning hvort að þau séu raunverulega valdalaus eða hvort að aðgerðir hendi bara ekki þeim pólitíska ásetningi sem að liggur fyrir í stefnu stjórnmálamanna. Ég meina, við sjáum að Bjarni Ben, hann stígur uppi á málþingi sjálfstæðismanna og gefur þá yfirlýsingu að við ætlum svo sannarlega ekki að vera fyrirheitnarland hælisleitanda. Og við sjáum að í populismanum saman með miðflokkinn og nú margir aðrir sem hafa kannski gælt aðeins við svona þessa hugmyndafræði að það á augljóslega að byrja að reyna að berjast núna bara þessi rasísku atkvæði og þarna eru sjálfstæðismenn og miðflokkurinn að kasta sín á milli. Ég vil meina að hún Guðrún dómsmálaráðherra sé bókstaflega bara því hún að gera þetta á sínu fordæmi, setja þetta í gang, þetta kemur öðrum ráðamönnum á óvart að það sé farið í þessar aðgerðir og ég hef það á tilfinningun að þetta sé gert til þess að setja ákveðna ímynd út af við að Guðrún hún svíst einskis þegar kemur að því að halda útlendingunum út fyrir landsteinana og þetta bara, þau eru bara sækjast eftir atkvæðum frá frekar eitruðum hóp kjósanda. Það var reynda þegar hún tók við af Jóni Gunnarssoni, þá tók Bjarni Benediktsson fram að stefna Jóns Gunnarssonar yrði rekin áfram. Þannig að hún eiginlega vinnur við það að reka eina hörðu útlendingastefnu Sjálfstæðisflokksins. Já. Hún fekk það sagt þegar hún byrjaði. Ég meina, augljóslega allavega mikið vald, talandi til þess sem þú ert að segja, því að við sjáum að fyrrum dómsmálaráðherra getur á eigin forsendum og án samráðs við nokkurn á Alþingi innleitt rafbyssur svona. Ég meina, við sáum hvalveiðarnar stoppaðar svona, þannig að þegar það verðist henta einhverjum gildum ráðamanna að þá allt í einu hafa þau guðslegan kraft til þess að breyta samfélaginu okkar en þegar það fólkið sem að krafst breytinga þá er voða lítið hluti sem hægt að gera og voða lítið vald. Já, ég held að sé einmitt bara, það er svona svolítið sem að maður horfir á í öllu þessu, ég veit ekki hvað maður á að kalla það, fjaskói eða leikriti sem þau að setja í gang, en maður á bara að tala alveg skýrt út. Ef það er vilji þá er leið, það er bara... Það er ekki vilji. Það er ekki vilji, það er einmitt málið. Maður veit alveg að þau geta kippt þessi liðin eins og þeim hentar af því að þau eru að skauta framhjá í öllu sínu tali framhjá ákveðum í alþjóðlegum sáttmálum sem að Íslandi er aðilega að og hefur skrifað undir. Þannig að þau eru bara virða lög að vettugi að mínum mati af þessi sé löglegar einstaklingur sem slíkur. Þannig að viljin er greinilega ekki til staðar. Þau gætu kippt þessi liðin 1, 2 og 3 ef að þau
ef þau væru þeim megin við borðið, en svo hefur mér verið mjög huglíki líka bara svona í framhald af þessu hvernig var staðið að þessum aðgerðum í gær, af því að við skulum ekki gleyma því að 11 ára barni var hneppt í gæsluvarðhald í gær í hátt í 8 klukkustundir. Ekki hægt að hafa samband við lögmann, ekki hægt að ná sambandi við þau svo klukkutímum skipti. Það er brotist inn til föður Jasons. Þannig að þú veist hvar liggur mannúðin í því? Þetta brýtur í manni hjartað og aðför að barni gæsluvarðhald, þetta bara þetta er svona setning sem að maður einhvern veginn. Já, og það er líka bara þetta saklaust barn, hann hefur ekkert til saka unnið og við megum ekki gleyma því að það er ekki ólöglegt að vera flóttamaður á Íslandi og það er ekki ólöglegt að sækja sér hæli og það er ekki ólöglegt að biðja að fá að vera á Íslandi og að vera hér lengur. Fjölskyldan hefur verið samvinnufús, alveg allt ferlið og eins og faðir Jasons sagði í fjölmiðlum í gær að ef að lögreglan hefði bara hringt á undan sér þá hefði þetta verið miklu minna mál en þeir tóku ákvörðun að sparka niður hurðinni og merjan þar, þú veist, alveg inn að beini og með þvílíkum aðferðum og við sem kannski höfum verið aðeins í þessum málaflokki í svolítinn tíma og við vitum það að lögreglan þeir taka harkalega á hælisleitendum og það skiptir þá engu máli hvort að fólk er í góðri samvinnu eða hvort að það streytist á móti, það er alltaf að segja þetta sama viðmót, það er alltaf þessi harka og að því þú nefndir Hussein þá vorum við einmitt, ég var einmitt vitna því og það var svona moment þar sem ég hugsaði, ok, þetta getur ekki orðið öllu verra, þetta verður ekki verra þetta, nú erum við komin á okkur svona botn og þá er bara að spilna upp en þetta varð svo sannarlega verra og bara verra og verra og verra og verra. En hefur ekki komið fram ástæðan fyrir því að það er þessi harka og að barn sem sett í gæsluvarðhald. Það er markmiðið með þessum aðgerðum er að senda skilaboð að hælisleitendur eru ekki velkomnir í Íslandi og þeir munu fá bara að finna til tefasins ef þeir koma hingað. Jú, það er svo ótrúlegt líka, ég held að það væri Arndís Anna sem að myndist á og þetta í fjölmiðlum í gær, að það er nýlunda að tala sér flóttafólk með þessum hætti og einstök mál að við erum ekki ógnaður. Já, og líka bara við séum að senda skilaboð með einstaklingum og það er bara gjörsamlega fyrir neðan allar hellur og við tölum þannig um fólk. En er það ekki samt maður hlustar á Guðrúnu, Hafsteinsdóttur dómsmálaráðherra, þá er hún eiginlega að segja þetta. Ég meina því ég veit ekki betur. Það sé nauðsynlegt að senda skilaboð og Bjarni Benediktsson hafi sagt þetta líka bara á sjálfstæðisþinginu sínu þannig daginn að þetta væri að nú skildu við senda þau skilaboð út í heiminn og ætlum við að taka saklausa einstaklingar sem koma hingað vegna þess að þau búa við viðkvæmar aðstæður, eru að koma úr stríði, eru að koma úr bara, þú veist, einhverju pólitísku ofbeldi eitthvað, leita hingað og við skulum alveg átta okkur á því að það er ekkert lítið mál að komast hingað frá til dæmis Palestínu. Þú þarft að fara í gegnum nokkur lönd, það er ekki beint flug og þess vegna er einmitt eins og notkun íslenskra ríkisstjórnarinnar og þessara yfirvalda á Dyflinnarreglugerðinni er bara kolröng. Já, en mér langar líka bara að benda á það það sem er fyrir neðan allar hellur er að oft er málið upp svo mynd að fólk sem er kannski í okkar stöðu í mannréttindabaráttu að við séum að líta fram hjá þeim vandamálum sem að blasa við landamærin. Ég meina það er aukning í flóttafólki en á sama tíma þá er ríkisstjórnin ekki að gera neitt til að spyrna gegn því þjóðarmorði sem er að eiga sér stað. Fattarðu, ég meina hver er rót þess vanda sem að skapar þessa stöðu flóttamanna. Við erum ekki að heyra þessir einstaklingar sem setja sig í þessa riddara stöðu gegn flóttafólki. Hvar er ykkar afstaða til rótar vandans? Við fengum líka afslátt af losunarheimildum, þú veist þannig að loftslagsflóttamenn, við eigum líka alveg svolítið stóran þátt þar í, en það er alveg rétt að þetta talar ekki saman. Nei, og þetta gerir bara lítið úr vitsmunum almennra borgara því að augljóslega sjáum við að ástandið í heiminum er ekki gott
og við sjáum líka hvað að gerast, ég meina við búum á upplýsingaöld og það að láta eins og við getum bara að fara að byggja hérna veggi og fangelsi fyrir flóttafólk og svoleiðis leysum við málið á meðan við höldum áfram fullu viðskiptasambandi við Ísrael, á meðan við höldum áfram að styðja við hernaði gegnum NATO og aðra leiðir og enginn ræðir afstöðu Íslands í þessu öllu saman. Innviðir eru sprungnir, sagt ítrekað. Það var sagt í Silfrinu í gær. Og það var í flóttafólki hérna. Algjörlega, en enga síður er til nægur peningur til að stunda stríðsrekstur, beint eða óbeint. 25 milljarðar sem verður sendið til Úkraínu að kaupa vopn. Þannig að þetta bara, maður skilur ekki hvernig dæmið reiknast út. Þetta er bara, maður bara skilur ekki hvernig þau ná einhvern veginn að mynda heila setningar með þessu, með því sem þau eru að gera, Og svo tvískunningurinn ekki bara þar, heldur, að því að það er ekki bara, að við höfum verið að taka þátt í þroskahjálp og fleiri hagsmunasamtök, einhvers konar samráði til þess að reyna að vernda betur mannréttindi, einhversi viðkvæmasta hóp sem getur, sem er fatlað flóttafólk, heldur vorum við líka í samráði við mennta- og barnamálaráðherra, þar sem var meðal annars verið að búa til eitthvað svona viðmið hagsmunamat fyrir börn á flótta. Og þetta hljómar svo sérkennilega, að það er einhvern veginn á sama tíma og það verið að vinna alls konar málefnum sem að varða mannréttindi fólks, jafnvel beinlínis barna á flótta, að þá virðist ekkert af þessu eiga við þegar að hólmenni komið. Að þá virðist einhvern veginn bara allt í, og það er bara eitthvað sem okkur finnst mjög óhugulegt, að það virðist einhvern veginn með að taka einhvern hóp fólks út fyrir sviga, af því að þau fættust ekki á réttum stað eða kom ekki hingað með réttum leiðum og það sé með einhverjum hætti bara allt í lagi að láta mannréttindin sem að við erum einhvern veginn að reyna að útdeila til okkar fólks ekki ná yfir aðra. Og það er bara ótrúlega hættuleg og óhuguleg þróun. Já, og síðan sjáum við líka áformum það að þegar reisa hérna fangabúðir eða það sem er kallað lokað búsetuúrræði sem er kvikindislegur útsnúningur á tungumálinu því að samkvæmt áætlun þá er þetta fangelsi og tilgangurinn með þessu fangelsi er að sjá til þess að hælisleitendur sem koma hingað að sækja sér vernd að þeir fái enga snertingu við Íslands samfélag svo að við getum ekki brugðist við og tekið okkur samfélagslega afstöðu heldur vilja stjórnarmenn bara halda ákvörðuninni fyrir sig bak við luktadyr og sjá til þess að við áttum okkur ekki á þeirri mannvonsku sem eiga sér stað í þessum landamæramálum. Til viðbóta það sem hefur verið breytt að maður sé það að brottvísanir á Keflavíkurflugvelli eru miklu fleiri í ár og byrjaði einhvern tímann á síðasta ári heldur en það hefur verið áður. Þannig að það er mikil samdráttur í umsóknum hæli hér. Og þá segir fólki að það er ekki bara Venezuela en það er svona ívið meira heldur en almennt en það er mikill samdráttur í umsóknum nema helst frá Úkraínu. Og svo er verið að nota þetta stakk allavega svolítið mikið líka bara orðanotkun og orðræða ráðherra árangur. Og þetta væri árangur? Já, þetta væri árangur. Hvar eru mælustikurnar? Hvernig mælur? Hvað er í hverju felst árangur þegar við erum að tala fólk sem er á flótta við erum að tala fólk, við erum að tala manneskjur þetta eru manneskjur og þetta eru fólk sem þarf að flýja heimili sín það langar öllum bara að vera heima hjá sér Það eru raddir inn í Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum að loka hælisleitendakerfinu þeir leita það sem árangur förum bara alveg í grunninn á þessu ef þú talar við fólk sem er á flótta þeim langar bara að vera heima hjá sér sem bara að hafa það alveg á hreinu það er ekki mörg sem dreymir að koma hérna í skafreining og súld og hvað sem þetta er. Fólki langar bara að vera heima á sér, þannig að í grunninn er það bara löngunin á fólki. Það er ekki eitthvað fyrir hérna land sem við búum hérna á. Þótt að við horfum á okkur sem einhvern nafla alheimsins. Ég skil ekki í hverju mælist þessi árangur. Hvað þýðir að nota svona orð í þessu samhengi? Ég bara skil ekki á hvaða vegferð þessi ríkisstjórn að því að þú nefndir þetta með landamærin þá held ég af tvennu illu að það sé þá skömminni skárra að fólk sé ekki velkjast hér í kerfinu í mörg ár eins og hefur verið. Nú þekki ég til einstaklinga sem hafa verið í þessu limbói sem er þetta að bíða eftir kennitölu í 4 ár sumir sá sem að ég þekki og hefur verið hver lengst í þessu, hann var hérna í 9 ár að bíða eftir kennitölu og þá bara eftir réttindum til þess að fá að vinna.
Þannig að ef fólki snúi við á landamærunum, það vissulega sorglegt, en það þó allavega örlítið skárra svo heldur en einmitt þetta, að það sé einhvern veginn réttlaust og við séum búin að búa til einhvers konar svona nýja stétt af fólki. En ertu viss um það ef við myndum spyrja eitthvað sem á Keflavíkurflugvelli? Já. Viltu að við vísum þau bara strax í burtu eða viltu koma hingað inn og velkjast aðeins í kerfinu í veikri vonum að þú fáir heil? Margir myndi bara segja, já, ég ætla að taka sensi. Jú, kannski myndi ykkur taka sensi, ég veit ekki. Ég hugsa bara svona, þú veist, að það sé kannski þá bara mannúðlegra að senda þau bara strax í burtu, ekki gefa þeim þessa von, en Það er svolítið ill framkvæmilegt því að þessar breytingar sem hafa verið á útlendingalögum hafa svolítið snúist það og í umræðin alltaf að afgreiða bara á 24 tímum en svo bara ræður ekki útlendingastofnun við það. Þannig það hefur alltaf verið markmið að gera það bara afgreiða á staðnum. Afgreiða bara á staðnum, einmitt. Að vísa þeim frá sem eru tilhæfulausar umsóknir, ég veit ekki hvernig þetta er notað í... Tilhæfulausar umsóknir eru þetta fólk sem kemur frá löndum sem eru sem sagt ekki, þykja ekki samkvæmt Íslenska ríkinu vera aðeins að spyrja svona mótmæli og virkni almennings. Við erum með stjórnvöld sem eru að móta stefnu í hælisleitendamálum sem að samkvæmt ykkur er ekki í takt við vilja meirihluta fólks. Kann að vera þegar fólk heyrir svona orðræður áþörana einhverja ógn og við verðum að gera eitthvað þá segi já, en ef að fólk sér afleiðingarnar, sér til dæmis Jasan og fjölskyldu hans eða sér að þetta eru raunverulegar manneskjur að þá hafið þið trú á því að fæstir séu hlynntir stefnu stjórnvalda. Þó svo að stjórnvöld haldi svolítið fram að almenningur sé að vakna, sé svo stórkvöld vandamál í samfélaginu, það sé að verða eitthvað svona stór skoðanaskipti. En þá, ég veit ekki alveg hvort að það sé eitthvað forsötu fyrir þeim fullyrðingum. Kannski eru þeir bara að heyra það í sínum bakherbergjum. Þau eru bara svolítið í búblu, í sinni valdabúblu og eru bara, ég held þessi ekki að hlusta á almenning. Þau eru svolítið sama okkur og sérstaklega flóttafólk og fólki í aðsettum hópum. Þau eru bara með sína stefnu, þau vilja viðhalda völdunum sínum og þau náttúrulega viðhalda völdunum sínum og kostnaða valdaminni hópana og það eins og þau gerir sér grein fyrir hvað allir eru reiðir, það allir brjálaðir. Það verið að skerða á mannréttindum flóttafólks og í tilfelli Jasan það verið að brjóta fjölda bara mannréttindalaga sem að eiga að vera bara tryggja honum vernd og bara tryggja hann geti lifað lífið sínu. Og þau, í okkar nafni? Já, og þau eru bara skauta fram hjá þessu. Og þau brjóta á honum í okkar nafni? Já. Og það heyrir maður svona bara hjá fólki almennt að því ofbýður það. Já, og ég held líka bara, þú veist, hugsandi þetta sko, þetta tala árangur aftur, eins og ég nefndi áðan, við erum með þessa línu, við ætlum að gera þetta svona, eins og búið að vera mjög skýrt síðustu mánuði, breytingar á lögum sko, og allt að fara í betri horfur, eins og þessi ríkisstjórn talar. En aðstæðurnar sem að sköpust í gær sýna það svart á hvítu að alltaf tala einhvern árangur eða að þessi lög séu til þess betra, það fellur svolítið sjálft sig í gær og í síðustu nótt. Já, þessari framkvæmd. Já, þú veist það sýnir bara einhvern veginn að þessi ráðherrar sem að hafa gengið hvað harðast fram, þetta eru orðin tóm. Þú veist, það er allt í upplaust þarna og það benda hver á annan. Og svo stíga sko í gærmorgun ráðherra fram einhvern veginn og slá sig til riddara sko, þú veist, dyggðarskreitingar í fjölmiðlum. Þessi bjargaði Jasan, liggur við að það standi í fjölmiðlum. Og svo kemur annar ráðherra, nei það var þessi sem kallaði þetta til. Það var ég sem stoppaði þetta. Þetta er aðalega sem að... Ég reyndar aldrei fram að það sé mótmælendur sem hafa bjargaði það brottvísunni. Ég bara nokkuð viss það sko. Stjórnmálafólk bara beygir sig undir það og ef það hefði ekki verið mótmál á götunum þá væri Jasan löngu farin á landinu. Ég allavega gat ekki horta á það í gær, sko, ég náttúrulega hafði hálfan haus bara eftir lítinn svefn en þú veist, mér finnst heldur ekki að við ættum að vera eitthvað slegin til riddara heldur. Þú veist, þetta er bara skylda fólks sem að mætir og þú veist, bara getur ekki sittið. Við erum sem stjórnvöld sem að fara gegn samvisku stórslutarnarsmanna, ég segi ekki alltaf. Og þá erum við, að því við erum í lýðræðissamfélagi, þá erum við oft með svona stjórnarandstöðu sem veitir stjórnvöldum aðhald. En í þessum málaflokki finnst mér það að hún hafi svona dofnað allt rækilegin á þingi því að kannski ef við færum bara 5 ár aftur í tíman þá sæjum við að það væru bara
miklar umræður og þingjum þetta. En mér finnst eins og svona andstaðan við þessa stefnu stjórnvalda hafi eiginlega fæst út á götu, fæst bara til almennings. Eins og þið svolítið bendið, verðst ekki að benda á það, þegar þú ert í mótmælunum og horfir yfir hópinn, þá þetta eiginlega bara svona, þetta venjulegt fólk sem bara einhvern veginn ofbýður stjórnarstefnan. Og það er einhver leyti sorglegt að svo andstaða hafi ekki meiri farveg inn í stjórnmálunum, kannski inn í fjölmiðlunum, kannski í kirkjunni eða háskólanum eða öllum þessum stofnunum sem við ættum að hafa í öflugu lýðræðslegu samfélagi. Þá ætti allir að finna til ábyrgðar að stefna stjórnvalda væri í takt við vilja lýðsins í lýðræðisríki. Ég ætla bara að bæta við, maður var hann heitur hérna. Í mörg ár þá bara hefur maður séð dugleysi og kjarkleysi stjórnarandstöðu, kjörtímabil eftir kjörtímabil, sömu flokkarnir í stjórnarandstöðu og það vantar allt þor. Það er bara stjórnarandstaða á Íslandi síðustu 10-15 árin hefur bara látið vaða yfir sig aftur og aftur ítrykkað í skandölum eftir skandölum eftir skandölum og koma aldrei upp vörnum eða ná einhvern veginn að berja tilbaka. Það er allavega svona, maður hefur bara tekið eftir þessu í lengri tíma að sama hvað gengur á, þá situr sama fólkið á þingi í stjórnarandstöðu og hreyfir ekki leggni lim bara yfir einu en einu. Hvað eru þau þá að gera þarna? Sorry, En líka bara svona því að ég finnst kannski dálítið naív að horfa á það þannig eins og stjórnvöld séu bara ekki að hlusta á almenning. Mér finnst nú bara að vera eins og það sé einbeittur brotavilji í því að mála upp mynd sem ekki er sönn. Mér finnst gott dæmi núna hefur vopnaburður ungmenna verið mikið til umræðu og það hefur samband við mig blaðakona sem var búin að vera að skoða bara tíðinni umfjallana hnífstungur og annað og ég fór að kafa dálítið ofan í málið og ef þú tekur inn í myndina fólksfjölgun á Íslandi þá er ekki útlit fyrir það að það sé vöxtur í vopnuðum árásum og ef hann þá er hann allavega ekki gífurlegur. Ég hef borið þetta undir lögreglufólk sem að tekur undir það með mér en á sama tíma þá er umræðan rosa sterk þarna og síðan setjum við eins og með hann sem ég man nú ekki hvað heitir sem að breyta nafn og stakk einhvern mann í búð, veit þið hvað ég er að vísa í? Já, man eitthvað hvað hann heitir? Sem var dæmdur, situr í fangelsi núna. Mohamed T.H. Jóhannsson. Þannig að þessu er ítt í fjölmiðlum og af stjórnmálamönnum eins og dómsmálaráðherra þar sem þetta er tekið til umræðu. Og saksóknara sem lýsti þessu máli sem bara karakterlýsingu á fólki frá þessum heimshluta. Akkurat. En líka, já, þú ferðið við núna var í fréttunum að það væru 7 einstaklingar sem hafa farið í ár af völdum annara. Þetta eru íslenskir karlmenn fyrst og fremst sem eru gerendur. Já, eru gerendur og hrottalegustu ofbeldisbrotin eru framin af íslenskum karlmönnum. Ég meina hversu lengi ætlum við að sitja undir því að hlusta á fólk, horfa í augun á okkur og fara með svona ósannindi og mála upp mynd af einhverju fjölmenningssamfélagi sem sé bara á niðurleið og þú veist, síðan sér maður þetta náttúrulega magnast í svona ákveðnum lokuðum hópum eins og kommentakerfi á ákveðnum fjölmiðlum og annað sem eru svo bergmálshellar þar sem fólk er bara komið með bara gjörskakka mynd af vandanum. En þetta er náttúrulega gert af ástæðu. Við þurfum átt okkur því að vopnaburður lögreglu var náttúrulega réttlættur með þessari gríðalegu öldu af auknum ofbeldisbrotum og aftur vopnaburður lögreglu er svo réttlættur með þessari gríðalegu öldu af innflytjendum á Íslandi eða sem hælisleitendum á Íslandi sem eru svo mikill óþjóðalíður og erfið að umgangast. Þannig að þetta lítur út eins og propaganda. Þetta er bara það. Að sama skapi þegar stjórnmálamenn fara að ræða mál innflytjenda og hælisleitenda og annað að ég því ég ætla að setja mig almennilega inn í þessar umræður og kynna með tölfræði og annað maður skoðar það sem Hagstofa hefur gefið út og þess aftar. Þetta er ekki tölurnar sem þetta endurspeglar ekki þann narrativ sem er í gangi bara þvert á móti og að sama skapi þá eru hlutir eins og bara fæðingatíðni og þetta eru bara ákveðin viðmið sem við getum haft í huga þegar við erum að hugsa bara framtíð samfélags okkar. Ég meina fæðingatíðin okkar er 1,8. Ef við sem samfélag viljum halda stöðuleika og vexti, þá verðum við allavega eitthvað að gera, skilurðu, og við vitum að innflytjendur eru að miklu leyti verkafólk sem er að koma hingað inn og flytja síðan aftur út. Þetta eru vandamálin sem við erum aðstanda frammi fyrir raunverulega
ekki umræðan á þessu efnislega sviði þar sem við fáum raunverulega að sjá bara hvaða tölur við erum að ræða, þar sem við mögulega setjum þetta upp í einhverjar formúlur, þar sem við höfum vöxt samfélags og heilbrigði að stafni. Þetta alltaf tekið í þessum áróður skalla, þar sem enginn þarf að bera fyrir sig heimildir að neinu viti eða ráði, þar sem lausnir eru ekki bornar fram í formúlum eða hvað þetta eru einhverjum módelum, heldur lausnir eru bornar fram á tilfinningu öfgaflokka. Mjög ódýr pólitík. Þá verður að búa til hugmyndum einhverja ógn sem að steðja að samfélaginu sem að stjórnvöld telja sig geta varið með því að beita fólk eins og Yazan hörku. Ég held að að fólk einmitt sem að þessi þverskurður af samfélagi sem við höfum verið að tala að mætir á samstöðufundi eða mótmæli vegna Yazans og fleiri málum eins og þeim skynjar þetta. Og ég held að fólk sér, ég meina það nú náttúrulega vinn ég, fyrir mannréttindasamtök og ég finn, jafnvel þó við séum ekki að tala fatlað fólk af erlendum uppruna eða fatlað fólk í hæliskerfina, umræðan aðeins að breytast. Og ég held að fólk almennt skynjar þetta, og það skilur hvað þetta hættulegt fyrir samfélagið okkar ef við ætlum að fara að færa þessi mörk svona til. Fólk hefur talað siðrof, það hefur verið að tala alls konar orð nefnd og ég held að við vorum að tala þetta frammi áður en við gengum í þennan sal að á þessum síðustu samstöðufundum sem ég hef mætt á vegna Yazans þá skynjar maður einhvern veginn, ég veit ekki eins og hvað orði á að nota yfir, þetta heldur einhvers konar sorg sem jafnvel svona blandað við örvæntingu, fólk hefur virkilega áhyggjur, ekki bara af Yazan, þó það sé náttúrulega fullkomið tilefni til að hafa áhyggjur á honum, heldur bara á því hvert samfélag okkar að stefna og ég skynja þetta mjög sterkt og einmitt bara í morgun og á öðrum samstöðu fundum með Yazan, fólk hefur áhyggjur á því hvert við stefnum sem samfélag. Þetta náttúrulega orðræða sem trommuð upp af valdafólki í okkar samfélagi og hefur verið núna bara síðan áramótin trommað upp og maður sér bara einhvern veginn hvað áhrif það hefur þegar fólk í þessum valdastöðum talar með jafn afgerandi hætti gagnvart hópi fólks. Það smita bara út frá sér og það veldur þessum ótta, þessari hræðslu og þá kom upp atvik. Þetta bara svona, það fylgir ábyrgð orðum. En líka bara eins og þegar það var að vera brottvísað lögreglan kom inn á Rjóðrið sem er hvíldarinnlag fyrir fötluð börn, langveik fötluð börn. Hún var búin að lofa að hún myndi ekki koma inn og kom hann miðjanótt og til að raskaða líka frið annara barna hana sem eiga vera hana til að fá hvíld. Það var ekki verið að taka tillit til þeirra í þessari brottvísun, það var ekkert verið að láta þau fara út fyrst, lögregla mætti inn á staðinn og það voru fullt af starfsmönnum til dæmis hágrátandi og voru í sjokki að þetta væri að gerast af því að lögregla var búin að segja að hún myndi ekki koma hana og fyrir í sumar þegar Yazan var á Hringbraut á Barnaspítalum þá ætlaði lögreglan líka að koma þangað inn til að brottvísa þeim en það sem betur fyrir mótmæltir í spítalinn þannig að það varði ekki að verkum, gerist ekki en líka þau eru ekki að taka tillit til annara. Þetta er stefnum þeirra, þau ætla að brottvísa þeim er sama hvað gerist við hina líka. Þetta er svo heilagt stríð, það sem allt annað víkur. Það er líka bara náttúrulega gríðlegt áfall fyrir Yazan að lendi þessu en líka bara önnur börn að upplifa bara lögregluofbeldið. Er þetta það sem að lögreglan vill að samfélagið haldi lögregluna? Nú, þú veist, tel ég ekki mikið til lögregluna að koma svona almennt, en hinn almenni borgari, hann er kannski þeirra skoðunar að lögreglan sé til þess að þjóna almenningi. Með svona aðgerðum, svona harkalegum aðgerðum, þar sem að fjöldi fólks verður vitni að bara gríðalegu lögregluofbeldi, þá held ég að lögreglan þurfi svona eitthvað aðeins að fara að skoða og taka til í PR-deildinni. En ég held að þetta sé líka svona dæmi hvernig þessi hópur er tekin út fyrir Svega vegna þess að við höfum átt frábært samstarf við lögregluna alls konar mál sem varða fatlað fólk og þau hafa sýnt mikla nærgætni og vilja þess að gera eins vel og þau geta þar en það virðist einhvern veginn bara þennan hóp megi taka út af fyrir Svega og það er náttúrulega en svo er það líka út frá þessu að raddir þessar einstaklinga oft þegar þá kannski við fatlaða eða flóttafólk eða bæði fatlað flóttafólk að raddir þessar einstaklinga fá engan hljómgrunn, þau fá engan vikt í umræðinni þannig að einhverju leyti er það líka bara kaldhæðnislegt að við séum að sitja hérna og tala þessa hluti þegar að við erum ekki þessu hópur
og þessi hópur þarf bara að fá meiri rödd, meira rými. En við erum líka hluti af þessu samfélagi og þið eru að lýsa að það sé verið að ýta undir svona óvild gagnvart tilteknum hópi og þú talar að það geti valdið því að einhverju telji sig hafa heimild til þess að ráðast á hópnum og það sé hættulegt. En þú lýsir síðan að öðrum afleiðingum sem það sé vaxandi tilfinning í samfélaginu að samfélagi sé að þróast í einhvern átt sem að okkur finnst bara óviðkunnanlegt og allt í einu þessi tilfinning sem kemur oft upp ekki í mínu nafni að stjórnvöld séu að fremja mannréttindabrot og níðast á fólki og það gerir það í umboð okkar Allt í einu erum við stödd í ykkur samfélagi sem við kunnum bara ekki við. Já. En mér finnst áhugavert út í að þú segir hvort að lögreglan vilji láta upplifa sig svona að það hafi svo slæm lögreglan eins og í gærnótt að ég held að hún hafi bara búist við því að komast upp með það sem hún gerði. Þannig var aðgerðin sett upp og það eru nú bara til ljósmyndir af hurðinni sem var spörkuð niður og ég fekk sendar lýsingar frá pappa Yazan að aðför að honum. Þú veist þarna koma lögreglumenn með lambhússettur sem að brjóta niður hurðina, snúa niður í jörðina, setja hné í bakan, svo halda honum niðri. Hann veit ekkert hverjir þetta eru, hann að reyna að spyrjast svara og hann fær bara þegið. Engin túlkur. Já, engin túlkur. Og þar fyrir utan þegar lögmaður reyndi að fá úr því skorið hvaða fólk þetta hefði í rauninni verið sem hefði tekið fjölskyldan hann brott og var þannig svo orði bara þegar hann fekk engin svör að hvernig vitum við þá að þetta voru ekki bara einhverjir mannræningar því að þetta voru ómerktir einstaklingar með lambhússettur sem ryðjast inn miðjanótt og taka þarna fjölskyldu höndum, keyra með þau eitthvað í burtu sem enginn fær og tekur á þeim símana þannig að það er ekki nein leið að ná til þeirra. Þannig að þetta er eiginlega svona súrrealísk aðferð. Það er náttúrulega meðferðin sem að ef að því verður að þetta fangelsi fyrir hælisleitendur á Reykjanesinu rísi, þá eru það veggirnir sem eiga að hylja þessa hegðun og þetta er hegðun sem lögreglan vill náttúrulega ekki sýna í almenningi og það er eitthvað sem að í mótmælunum í Skuggasundi var nú svona kannski ákveðið svo sérstakt dæmi að það næst bara á myndband allir gjörningu lögreglunar en lögreglan reynir að gera þetta bak við luktadyr, hún fer þarna miðjanótt, hún reynir að komast hjá allri dokumenteringu á gjörðum sínum sem var nú með hann hvað hét hann, strákurinn sem hún var brottvísað að dregin úr kirkjunni þarna? Já, einmitt. Ef það hefði ekki verið fólk með myndavélar þar, þá hefði náttúrulega enginn vitað að þeim framgangi. Líka með því að búa til þetta flóttamannafangelsi, þá eru þau líka að koma í veg fyrir að það verði ákveðin svona blöndun. Það sem er náttúrulega, það sem er sterkasta vopn hælisleitenda á Íslandi er auðvitað að vera með sterk tengslin í samfélagið. Og ef þú sviptir þau því að því að leið og þú hefur tengslinn inn í samfélagið og leið og þetta verður persónulegt fyrir okkur hér sem hér búum fyrir þá verður til eitthvað svona afl og það verður til eitthvað mótþrói en það er náttúrulega ef þú lokar þau bara strax inni eitthvað staðar í einhverju fangelsi að kemst enginn að þeim og þau kynnast engum þá er þannig ein hindrunin farin Mér langar að spyrja ykkur líka bara hvort að ég hafi mögulega eitthvað verið að misskilja bæði viðtal við forstöðumann heimferðardeildar bara stóðdeild ríkislögreglustjóra heitir þetta og svo í framhaldi í Silfrinu þá fannst mér svona vera sett fram einhvers konar orðum að einblínum bara á máli hans Yazans að þau hefði ekki verið samvunnið því. Er ég eini sem að mér fannst ég heyra það frá tveimur aðilum innan kerfisins, ráðherra og svo starfsmanni lögreglu. Var ég eini sem var að heyra þetta? Þau eru ósamvinnur því. Já. En er eitthvað til í því að ég svo heyri maður lögmann þeirra að tala hvernig allir voru að falla ósamvinnu þýtt miðjanótt, það var sofandi. Kannski Krispjörn, þú sett með eitthvað? Ég hitti fjölskyldunni í gær og þú veist, lögreglan vissi ekki einu sinni hvernig þetta taka hann á klóstið. Hann þurfti að pissa og gat ekki fyrir með hann á klóstið. Það ég gat ekki, vissi ekki hvað þetta gera. Þau eru bæði bakveik, hann er inn á spítala ástöðu, foreldrar hans get ekki sinnt honum. Þau þurfa aðstöð og núna var verið að taka þau. Hann gat ekki fara á klóstið. Þú veist, sem fyrsta lagi þannig að þau væntanlega sögðu nei, við ætlum ekki að hjálpa honum á klóstið ef við getum það ekki. Bara ekki líkamlega að færa það. Engir túlkar, þau tala ekki góða ensku, meiri jafnvel íslensku heldur en ensku. Engir túlkar.
það erfitt að fylgja og segja hvað maður að gera ef að þau skilja ekki hvað verið að segja við þau. Þau voru allir með lambhúshættur til dæmis og þú veist, fóru inn í ekki lögreglubíl, þetta var bara eitthvað venjulegur svartur bíl. Þau vissu ekkert hvað pappinn hélt að vera að ræna honum. Af því að sögðu aldrei þetta verið lögreglan. Þau bara brutu upp hurðina og brutust inn og hann sko brákaður á rifbein, hann var erfitt með að anda, hann var erfitt með að standa. Eftir þetta? Já. Ég fór með hann á spítalanum í gær sko, þetta alveg, hann bara, bara erfitt með að taka andan. Komið sjúkrafvottorð fyrir þessu? Já, og svo heyrist mér líka og bara leiðrétti mig ef þetta ekki rétt hjá mér að sko í þessu ferli að þá hafa þau aldrei fengið konkrétt upplýsingar það sko hvenær það mögulega brottvísun á eiga sér stað þannig að þau geti undirbúið sig eða þá hvert verið að fara. Þú veist, hvernig átt að geta undirbúið heilbrigðisþjónustu ef þú veist ekki á hvaða stað þú ert að fara. Það einmitt það sem að stjórnvöld gera. Þau sko, það svona psychological. Þú veit ekki hvort þú voru að fara til Madridar eða Barcelona eða hvert. Þú veist, óvissan algjör sko. Og þetta í boði lögreglunar, þetta í boði ríkisstjórnarinnar. En það líka búið að koma í ljós, það var búið að segja en við ætlum ekki að koma í rjóðrið, við ætlum ekki að brottvísa þegar hann ennþá skráður inn á spítala og þau gerðu það samt. Það var undirskrifaður samningur á milli lögmannsins, lögmaðurinn og umönnunar aðilarnir voru komnir með samning undirskrifaðan frá lögreglu þar sem kemur fram að Yazan verður ekki sóttur á meðan hann sætir meðferð. Og gleymum því ekki að það ekkit rosalega langt síðan að samfélagi okkar var gjörsamlega misboðið eftir meðferð á fötluðum manni og þá kannski voru ráðherrar dálítið yfirlýsingar glaðara heldur en þeir eru núna og þá var því nánast heitið að það yrði ráðist í úrbætur og þetta myndi aldrei gerast aftur. En þegar maður heyri lýsingar Kristbjargar, ég var ekki þarna þá, ég þekki ekki Yazan persónulega, en greinilega hafa þau ekkert lært, þannig að sagan endurtekur sig. En það ekki þannig að ráðherrar reyna bara að lifa af frá fréttatíma til fréttatíma, frá kastljósi til kastljós og svo þegar bara allt í einu þagnað málið og þá bara ekki viljið til þess að gera neitt? Kannski það þannig, en þau á móti kemur að við höfum þá skyldu til þess að gleyma ekki og það ekki okkar að lifa af frá einum fréttatíma til annars heldur að Það var eiginlega það sem ég var að benda á að það eiginlega bara venjulegt fólk á götunni sem orðið aðhaldi sem eftir Og við, og kannski líka það sem má heldur ekki gleymast og að afleiðingarnar gleymast ekki svo glatt fyrir okkur vegna að ég til dæmis og mitt samstarfsfólk ennþá einhvern veginn að sitja uppi með þá ákvörðun sem var tekin í Hussein-málinu vitandi að aðstæður hans eru fullkomlega sturlaðar eftir þessa ákvörðun. Vegna þess að við erum ennþá í samskiptum við Hussein og vitum hvaða afleiðingar þetta hefur. Og við ætlum svo sannarlega ekki að sitja þegjandi hjá og horfa á fatlað barn, Yazan Tamimi, ganga í gegnum það sama og Hussein gerði í boði íslenska stjórnvalda. Mér langar að undirstrika það að þú sagðir yfirlýsingaglaðir ráðherrar þegar það mál átti sér stað með Hussein. Þetta eru sumir ráðherrar, þótt þessi mögulega búin að fara í einhvern stólaleik. Þetta er sama fólkið. Þannig að þetta er sama ríkisstjórnin. Þótt að eins og ég segi, þau séu búin að taka hana tja í kringum einhverja stólar sko. Þannig að þetta yfirlýsingar að við verðum öll að draga lærdóm að þessu að það er setning sem hefur ekkert mikið innihald. Þau eru allavega eitthvað treggáð ef þau ekkert að læra að þessu. Ég meina þau eru nú allavega búin að læra það að þeim tókst að taka Yazan á þess að nokkur náði því á myndefni. Það er betra en var senast. Þannig að ef ásetningurinn að bara standa við ómennskuna þá virðast þau vera orðin hæfari til þess að brjóta mannréttindi og gera það bak við luktardyr. Kristbjörg, hvað gerist næst? Nú virðist niðurstaðan vera svo að sjálfstæðisráðherrarnir segja að úrskurðirnir standi, aðrir ráðherrar gefa í svona til kynna að það er nú ólíklegt að fjölskyldunni verði vísað úr landi sinni. Líklega verið að reyna að koma sér yfir eitthvað svona frest þannig að þá fari í gang eitthvað kannski verður umsóknin tekin til meðferðar, efnislegrar meðferðar eins og sagtir á Íslandi. Við vitum þetta ekki alveg, en hvað ætla mótmælendur að gera eða andstaðan við brottvísun Yazans? Við bara höldum áfram að berjast og við gefumst ekki upp þar til að bara Yazan fær að vera hérna áfram. Já, og ég held að það sé allir hérna sammála mér það. En það er náttúrulega Þeir líti ekki svo á að þetta sé svona eiginlega
næstuði komið í höfn, það of snemmt að meta það. Mér finnst ég tilfinningu fyrir að þið hafið unnið eitthvað sigur? Nei. Bara mér það sem er búið að gerast, ég er bara allt oft búið að gerast eitthvað, þannig að bara vera brottvísa fólki sem er bara í hræðilegri stöðu, eins og núna fyrir sumar til Nígeríu konu með æxli, ómeðhöndlað æxli, það var ekkert litið til þess þótt að væri fullt af mannúðarsamtökum sem voru búin að fordæma þessa brottvísun, og já, það er ekkert verið að taka tillit endilega til sérstakra aðstæðna, og þá er mér sem búið að taka það ákveð úr lögunum, taka tillit til sérstakra aðstæðna í tilfelli í flóttafólks. Þannig að ég vil vera vongóð, en bara vegna reynslu minnar og bara minni upplifun, þá er ég bara treysti ekki lögreglu eða ríkisstjórninni. Guðmundur Ingi, formaður VG, hann sagði það að segja þetta í fréttum, það komið sér óvart. Þetta var í fréttum út af upplýsingu frá mótmælendum. Lögreglan gaf enga yfirlýsingu. Þannig ef það hefði ekki verið mótmælendur, þá hefði fjölskyldan bara verið sett í flugvél og væri komin til Spánar. Við hringdum öll í okkar tengilið. Hringdum í alla endalaust. Ég held að það fór bara eitthvað svona maskina í gang. Ég held að reiðin sem að nú var ég fann að sofa þegar kallið kemur. Ég sem betur fyrir fæ símtal og vakna við síman, og það er eitthvað svona, það verður eitthvað svona kraftur, og ég hef sagt það áður að ég er alltaf að tala um að reiðin sé svo mikilvægt afl. Það er nefnilega búið að svipta okkur reiðinni. Svo oft var alltaf verið að segja okkur að við megum ekki vera reið, við megum að slaka á ef við erum reið, þá eigum við alltaf að róa okkur, en reiðin er nefnilega hreyfiafli sem við þurfum. Og þegar maður finnur þessa reiði, einhvern svona ólga innan í sér, að nýta hana þá til góðs og vera skapandi einmitt og hringja og fara út á flugvöll og bara einhvern veginn svona akta á hana. Við vorum í 7 tíma eða meira á flugvöllunum með læti allan tíman. Já. Við vorum ekkert að slaka á, þetta var bara, og líka láta alla vita á flugvöllunum hvað var að gerast, og líka segja bara, þetta var Icelandair sem ætlaði að fljúga með, við vorum að segja fólki hvað var í gangi, bara því að ríkisstjórnin er að reyna að stytta líf, ætlaði að vera fallarspass, og Icelandair er að taka virkan þátt í. En síðan er líka það, ef atriði eins og þetta fær fram að ganga og ríkisstjórnin setur fordæmi það, ekki bara að þetta sé fatlað barn og það sé það sem að sé sjokkerandi. Þetta er barn, þetta eru landslög, þetta eru mannréttindalög sem að ríkisstjórn brýtur, og ég veit ekki hvort það sé allir mjög meðvitaður það hversu hættulegt fordæmi það er núna farandi fram í komandi ár, og það er bara pólitísk ólga á heimsvísu. Lögreglan er nýbúin að vopna sig með rafbyssum og komið með, stokk af 400 hríðskotabyssum eftir alþjóðafundi. Ef við leyfum þessu fram að ganga, þá hvað er næst? Já, við vitum líka núna í núverandi samkvæmt lögreglulögum og stjórnarskrá að þá til þess að viðhalda allsherjarreglu, þá getur lögregla beitt 19. grein sem þýðir að hún getur sagt að gera hvað sem er, og ef þú neitar því, þá má handtaka þig. Og Já, og ef við sjáum núna eins og dómsmálaráðherra sem augljóslega er ekki annt hvorki það að verða lög almennt eða bara réttindi borgara, að hún sagði í kjölfar mótmæla að leið og mótmælendur fara gegn skipunum lögreglu, þá hætta mótmæla að vera friðsöm, sem að er ekki rétt því að borgaraleg óhlýðni er friðsöm eftir skilgreiningu, en ef við sjáum Jasan fara út og það sé brotið svona þvert á þessi lög, og við vitum að dómsmálaráðherra túlkar borgaralega óhlýðni sem ófriðsöm mótmæli, þá megum við búast við því að vera skotin með rafbyssum. Eða mögulega eftir sjáum hvernig næsta kjörtímabil fer, en þessar hríðskotabyssur, þær eru ekki að fara að safna ríki, það er ég viss þannig að það verður væntanlega bara næsti pólitíski slagur, bara hvað næsti sjálfstæðis dómsmálaráðherra ætlar að slæta inn byssulöggjöf. Þú ert að lýsa samfélagi sem er svona slæta inn í einhver svona fasisma. Já, ég stend fast á því að við séum komin með aðeins meira heldur en keim af fasisma í samfélagið, og undanfarnir mánuðir og ár hafa undirstrikað það frá mér séð. Mér finnst við ekki spegla kjörseðlana sem að kastað var í kassa 2021. Ríkisstjórnin hefur ekki sýnt það, og hún hikar ekki við að brjóta á. Og þið finnst andstæðan ekki nógu sterk? Nei, mér finnst það bara samseg. Hvað var Kata Jak að gera? Af hverju Bjarni Ben forsætisráðherra? Hvað er í gangi? Þetta er ruglað atriði.
En líka bara búið rosalega mörg mótmæli núna í ár, bara á ólíkum vettvöngum, bara það rosalega bara skýrt að almenningur á móti ríkisstjórninni og aðferðum ríkisstjórninni, og nú ekki bara að tala máli Jasans, ég bara að tala Palestínu, ég tala hvalveiðar, þetta bara, það allir rosalega ósáttir. Þessi ósætti með almennings það hvert samfélag okkar að þróast. Já, ég held að sé allir bara hrættir, bara hvert Ísland að fara. Þá erum við ekki einu sinni búin að minnast á það að sko, með stýrivexti bara í botni, þá fólk núna byrjað að selja húsi sín. Ég meina, já, það Ragnar hafði orð á þessu og tölurnar eru verri en til umræðu nú þegar. Að fólk raunverulega bara á ekki efni á útgjöldum lengur, húsin að fara á opinn markað og fasteignafélögin að kaupa þetta allt saman upp. Þannig að almenni borgarar að missa fjárhagslegt öryggi og að verða meira og meira dependent eða reiða meira á auðvaldið, og þetta Þú myndir vilja sjá bara almenn mótmæli gegn ástæðunum? Já, helst. Ég allavega. Já, ég meina augljóslega. Sama hvort þú kaust til hægri eða vinstri eða hvað þú ert, það brotið á öllum nema kannski svona hægri sinniðu auðstéttinni. Ég er samt búin að núna heyra frá fullt af fólki sem alltaf kausið Sjálfstæðisflokkinn að þetta aldrei aftur að gera, bara vegna framkomu við Jasan og bara ástandinu núna. Herðu, takk fyrir að koma hingað mótmælendur og takk fyrir ykkar framlag. María Lilja, Kristbjörg Arna, Pétur Eggers, Daniel Þór og Anna Lára. Takk. En hérna framundan eitthvað allt annað í leit okkar að einhverjum skilningi á þessu samfélagi sem við búum í. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, komiði sæl og blessuð. Einar Sveinbjörnsson ykkur og mér að góðu kunnur. Hann veðurfræðingur. Hann kominn hingað að rauða borðinu. Ég hef áður spjallað við Halldór Björnsson, veðurfræðing á Veðurstofun, og Stefán Jón Hafstein sem gaf út bók Heimurinn eins og hann svona veður, loftslag, umhverfismál í víðri mynd, og Einar hefur góða þekkingu á þessum málum. Vertu velkomin til okkar, Einar. Já, takk. Sko, ég hef nú nefnt það við þig að það var hérna fyrir nokkrum árum þegar þú varst að flytja veðurfréttir, þá varstu á Ríkisútvarpinu held ég, þá varstu eitthvað að fjalla eitthvað gæti nú verið tengt hlýnun af manna völdum og mann svona heila bara brá í brún á þeim tíma. Þá voru svona þeir sem voru að starfa hjá Ríkisútvarpinu, þeir voru kannski ekki veðurfræðingar að leggja mat á það. En nú eru breyttir tímar og manni svona sýnist eins og að andstaðan, hvað maður segja, afneitunar, styrkur afneitunar sinna hans í minni í umræðinni þegar kemur að öllum þessum breytingum sem fylgjast hnattrænni hlýnun og öllum þessum umhverfisbreytingum sem eru í gangi. Er það rétt metið hjá mér? Já, þetta var það sem þetta vísa til, þetta var nýjárspistill í veðurfræðum Ríkisútvarpsins í, það ekki verið 2016, eitthvað svolítið. Það ekki lengra síðan. Nei. Og þá voru loftslagsmál voru komin alveg undir radarinn, Þetta var eftir að Parísarsamkomulagið gekk í gegn, og en það, eins og segi, það voru ýmsum sem brá. Ég hugsaði þannig að á nýjársdag þá talar forsetinn og það talar biskupinn talar og forsætisráðherrann á gamlárskvöld, þannig að veðurfréttamaður verður líka að vera með einhvern boðskap. Sem að mér fannst mjög gott hjá þér. Þetta var svolítið svona byltingakennt og nýtt, en þú fékkst ekkert mjög jákvæð viðbrögð, var það? Já, hjá sömum, ég var nú aðeins að hnýta í kýmversku þjóðina eða háttalækin vera sem voru þá á fullu að auka við brennslu á lífræn eldsneyti, sérstaklega kolum. Einmitt. Já, þeir hafa nú það heldur betur tekið á hlutum og ef það einhverjir sem að geta sett í gang áætlanir til þess að breyta einhverju í samfélaginu, þá það kynverar, því að það hlýða allir. En það sem að mér fannst nefnilega svo gott við þennan pistilinn og við þessa brýningu þína var að maður átti sig á því að allt pólitískt, allt varðar umhverfi okkar heims, umhverfismál, mengun og allt þetta. Þetta allt saman pólitískar ákvarðanir. Já, allt saman, og það hafa líka allt sem þú gerir, eða flest af því sem þú gerir, það hefur áhrif á daglegt líf fólks, efnahag og fleira í þeim dúr, og það er ekkit auðvelt að koma því inn hjá fólki
hvorki fólkin fyrirtækjum, stórfyrirtækjum eða ríkisstjórnum að menn þurfi að gera einhverja breytingar í sínu háttalagi til þess að ná fram markmiðum sínum. Sko það er stundum talað svona hvað maður segja, annað alþjóðlegt verkefni á sviðum umhverfismála sem gekk vel og það var þetta svo kallega Montreal samkomulag sem einhvern veginn frá 9. áratug síðustu aldar sem gekk út á það að draga úr notkun ósoneyðandi efna. Já. Og það í raun og veru var aðgerð sem heppnaðist mjög vel. Já. Vegna þess að hún kom ekki einhvern veginn við pingjuna á okkur. Þetta var svona meira það að gekk meira út á það að fá stóru fyrirtækin til þess að breyta bara aðferð, breyta efni. Til upprifunar fyrir ungt fólk, til dæmis ískápar, fristi og kælitæki, efnið freon var það ekki? Já, efnið freon, þetta var svona að miklu leyti í stórum kælikerfum, sko, í skipum og stórum fristgeymslum og reyndar víðar. En þetta kom auðvitað almenningi líka við, þetta var bara í spraybrúsum og í ískápum heimilisins. Og þetta gerði gat á óson? Já, þetta er raun og veru eitt ósonlæginu eða ósoni minnkaði þannig einn komst meiri hluti að útfjólublári geislum, sterkari geislum sem svona voru ógn og eru ógn við lífríki jarðar og menn sáu þetta ósongatið á mínum námsárum, sko, þá var ósongatið mjög mikið í fréttum og mönnum tókst svona með ágætismóti að stoppa upp í þetta ósongat með samkomulagi þjóðana og undirritun samkomulags undir hatti Sameinuðu þjóðanna. Og ástæðan fyrir þetta, eins og ég segði, að þetta gekk vel var að menn þurftu ekki að leggja mjög mikið á sig, sko, gagnvart fyrirtækjum landanna eða samfélaginu í heild sinni. Þetta var svona, þegar uppvarstaði var svona tiltölulega einföld aðgerð, samanborið við það sem þarf að gera í loftslagsmálunum. Já, nú eru bara heilu hagkerfin þau hrynja ef í rauninni þarf að gera það sem það þyrfti að gera hratt og markvisst og það er stór ástæða á þessari tregðu og afneitun að við erum með kerfi sem eru ósjálfbær, þau ganga út á skaðlega hegðun fyrir framtíð mannkyns og jarðar en ef þú ætlar að bregðast við því 1, 2 og 3 þá ert að stofna þinni fjárhagslegu skammtíma velferð í hættu, ekki satt? Já, við getum líka snúið þessu við og sagt svo ef við gerum ekki neitt, ef við látum þetta bera yfir okkur ganga þá er það líka mikil ógn við tilvist okkar, tilvist mannkyns og tilvist og efnahagslega tilvist. Ég ætla ekki að vera svartskinn og spá einhverjum aldauða, öðru nær, sko. En í sjálfu sér það sem er sko erfiðast í þessu er að sko efnahagsleg velferð, hún byggir að verulega leyti á orkunotkun. Það sem þú hefur aðgang að ódýrri og auðfáanlegri orku, að þar getur þú byggt upp efnahagslega velsæld, svona hvað við að segja vestrænan efnahag eins og stundum er kallaður. Og í sjálfu sér er ódýrasta formið á þessari orku, við Íslendingar erum heppin að því leytinu til að við eigum bæði kost á ódýri vatnsaflsorku og tala nú ekki jarðvarman, en í öðrum ríkjum þá er þetta snýst voðalega mikið jarðefnaeldsneyti, þar að segja olíu, gas og kol. Og þessa gríðarlegu losun? Í þessa gríðarlegu losun sem verður af þeirri brennslu og eykur koltvísýringi í lofthjúpnum. Og og það eru þetta, sko, þegar jáfnvel ríkisolíufélög, Sátana eða Norðmannana eða við getum bara eða Venezuela, færi bara hvar sem er í heiminu, þegar þau geta unnið orkuna fyrir einhverja $10-20 á tonnuna og selt síðan á 70-80 og segir það manni sko hagnaðarvonin er gríðarlega mikil og þú byggir velsæld heilu ríkjana á þessu og og það er sko ef þú talar við sagnfræðinga sem hafa kynnt sér hagsögu síðustu 150 ára þá fer velsældin eða hagsældin að hún eykst í kraft við orkunotkun, sko, og aðgengi þessar orku og þetta er sko stóra verkefni, það er að við færum okkur úr þessu jarðefnaeldsneyti og yfir í það sem við getum kallað endurnýjanlega orkugjafa án þess að endilega sko bitni verulega á efnahagslegum gæðum okkar.
Sumir auðvitað líta á þetta öðruvísi og segja það að halda ég fram að við mennirnir erum vondir og við eigum að lemja okkur með rís og við eigum við eigum að draga úr eða minnka okkar lífsgæði jörðinni til handa, getum við sagt. En svo aðrir sem segja það að við eigum að ná þessu markmiði. Þetta verði einhverja breytingar en án þess að þeir fylgi einhver verulegur sársauki fyrir svona mannkynið allt saman í heild sinni, sko. En það er erfitt, sko, hugsunarhátturinn er kannski erfiðastur að breyta honum og að koma mönnum frá því að vera ykkur sem við höfum vanið síðustu 30-40 árin og yfir í eitthvað annað sem er handað á hóttum. Sko, eins og ég hef skilið þetta, þá erum við á brún hyldýpisins. Þessi hækkun á hitastigi sem var talað að mætti ekki verða meir en 1,5 gráður, hún er orðin að veruleika. Það er kannski ekki endalega búið að stimpla það og gefa það út af hálfu vísindasamfélaginu en það eru samt eiginlega allir sammála að við erum búin að ná þessum mörkum og sennilega mun halda áfram að hlýna. Þú hefur verið að tala og skrifa á Facebook og þinni vefsíðu, þínu fyrirtæki, öll þessi veðurofsamet sem eru hér að falla út allt. Það er ýmislegt sem bendir til þess að úrkomu ákefð hér innanlands sé mögulega ein afurð þessara loftslagsbreytinga. Held ég, og þú kannski leiðréttir mig með það, en sko við erum sem sagt stödd á mjög krítiskum punkti. Hver hrædd eigum við að vera og sko ert þú í liði með þeim sem að telja líklegt að það kólni hér á Íslandi á næstu árum þrátt fyrir það að svona mjög stór hluti heimsins sé að stikna? Sko, þú ert bara nefna mjög mörg atriði. Já, og það er ekki að svara þessu öll saman. Einhverju hluta. Já, og en sko, við höfum ekki vera hrædd. Ég held að það sé alveg, við höfum ekki að láta þetta verkefni hræða úr okkur líftóruna eins og sumir vilja láta. Eins og ég segi stundum, það er betra að fræða en hræða. Og ég heldur ekki, sko, þó að það komi sko ár, við vorum með ár núna 2023 og sennilega 2024 líka sem eru það sem við nálgumst þessi mörg 1,5 gráður hlýnun með 1850 til 1900 sem er svona einhver varða sem að alþjóðasamfélagið hefur sett sér. Látum aðeins tímann líða og sjá hvort að við séum ekki hvort að hlutirnir, sko, það eru sveiflur í þessu, við erum nýbúin að ganga gegnum El Niño ár og þó að það sem sagt, við fáum ekki jafn hlý ár kannski næstu 23, ég veit ekki það, þá þýðir það ekki að það sé loftslagsbreytingar í einhverju pásu. Málið er það að veðurfarsbreytingarnar þetta er langtíma fyrirbæri og það þýðir ekkert að vera að skoða eitthvað eitt hitamet eða eitthvað eitt ár eða jafnvel einn mánuð eins og reyndar Alþjóðaveðurfræðistofnun og Sameinuðu þjóðirnar eru dálítið í. Heldur verður við að horfa á þetta á áratugavís. Og ég segi stundum, sko, að loftslagsbreytingarnar það koma kannski fram á einni mannsævi og við skynjum það ekki á eigin skynni. Sumir telja sig og gera það gangi hraðar yfir eins og til dæmis á norðurhjaranum, það er þessi umhverfisnorðurskautið og svona á einhverjum ákveðnum blettum í heiminum. En við hér á Íslandi eigum erfiðara með þetta vegna þess eins og þú nefnir að hlýnunin hér, hún er kannski ekki endilega í takt við það sem er að gerast annar staðar í heiminum eða svona mörgum öðrum stöðum í heiminum. Ég fæl ekki hvorki Evrópu eða meginlandi Evrópu né í Norður-Ameríku ef við horfum á svæði sem eru okkur nærtæk og við getum kannski komið að betra því á eftir. En sko hins vegar bregður okkur auðvitað alltaf við þegar við sjáum einhvern fáralegan hita eða einhver hitamet, eldgömul hitamet falla og það er svona hálfgert stoppmerki, sko, fyrir okkur. En svo þegar að hitin fór yfir 40 gráður í fyrsta sinn á Bretlandseyjum, þetta hafi verið fyrir 2 sumurum síðan og hafi ekki gerst þó búið að mæla þar mjög lengi með langa mælisögu. Og í sumar að þá hafa borist fregnir á, sko, ítrekkað að hita yfir 50 stigum og svona eitt og annað í kringum þetta svona fær maður til þess að bregða við en svo er annað, sko, ég hef ekki verið talsmaður þess að
rjúka upp til hand og fóta og segja þegar eitthvað gerir sem óvinnulegt að það sé alltaf loftslagsbreytingum að kenna. Við þurfum að láta tíman aðeins líða og vega og meta það sem er í gangi og kanna það hvort að þetta geti verið hluti af þeim mjög mikla breytileika sem bara í veðrinu frá degi til dags, viku til viku, mánaðar til mánaðar og árið frá árið til árs og við þekkjum það bara mjög vel hér á Íslandi að veðrið eins og það var á síðast ári hefur ekkert forspárgildi fyrir veðrið á þessu ári vegna þess að það svo mikil breytileiki til staðar. En þegar við erum búin að síja út allan hennar breytileika, að taka út allt suðið og smásveiflurnar, að þá getum við farið að skoða hérna loftslagsbreytingar og kannski ágætt að nefna það hér til sögunar að hér við norðanvert Atlantshafa þá erum við með í bakgrunni sveiflu, svo kallaða AMO sveiflu sem er einhver andardráttur í hafstraumánum, bæði fyrir norðan okkur og sunnan okkur og svona í stuttumáli sagt og það þýðir það að á 70 ára, það bil 70 ára fresti þá gengur yfir skeiði með tiltölulega með nokkuð mörgum hlýjum árum í röð og svo kemur á móti aftur annað sem er kaldara og þetta svona svo vegasalt, hægfara vegasalt og stjórnað af hafstraumunum og það alveg búið að sýna fram á það. Núna síðustu árin að þá höfum við verið í uppsveiflu, þá segja árunum frá aldamótum eða rétt fyrir aldamót, þá höfum við verið í uppsveiflu í þessari sveiflu eftir að næstu 30 ár þar á undan cirka voru köld og þetta ef við tökum bara línuna þessari öld þá er hún ekki öll vegna loftslagsbreytinga, hún vegna þessara sveiflu og ef við gefum okkur það að við séum búin að ná toppi sveiflunar og það hefur verið um 2015 til 2017 sem ég veit ekki það getur vel orðið eftir að koma seinna þó að hafi aðeins slegið í bakseglinguna allra síðust árin þá sem sagt þessi toppur að hann svona hálfri gráðu hlýrri en sá sem var á stríðsárunum, síðastu toppur kringu 1940, 30 og 30, 50, 45 eitthvað svoleiðis. Og það gæti þá verið þessi loftslagslínun og við þekkjum það bara hér á landi að eitt af því sem hefur haft hvað mest áhrif á það að hér hefur línað, það verður á 19. öldinni línaði 0,8 gráður, það var leitt inn í Stykkishólmshitanu 0,8 gráður á öldinni og aftur 0,8 gráður á 20. öldinni. Það það að hafísinn fyrir Norðanland, hann hefur hörfað, hann hefur minnkað og hann við getum sagt að því við vitum alveg hvað hitaveita þá getum við sagt að hafísinn hafi verið kuldaveitan og það mjög auðvelt að sýna fram á það að norðanáttin ekki jafn köld þessa áratugina og var áður fyrir, ég tala nú ekki á 19. öldinni og það bara vegna þess að hafísinn hefur minnkað og hörfað og það líka hluti af annarri lengri sveiflu sem að við þekkjum aðeins til en kannski minna allavega um orsakirnar og það þessu svokallaða litla ísöld sem varði í 7 aldir og þannig að við erum að rétta okkur af, við erum enn að rétta okkur af eftir að henni lauk hér aldamótin 1900, það bara tiltölulega stutt síðan að til dæmis að jöklar voru í hámarksstærð frá lokum síðustu ísaldar svona fyrir 12-13.000 árum eitthvað svoleiðis. Það bara þegar að okkar langámur voru uppi Þú ert að segja að þessi svona ofur einföldun þegar umræða dags í dag snýst öll samband loftslagsbreytinga og veðurs. Já, sem fleiri kerfi. Já, það má segja það. Ef við horfum bara til dæmis á alveg nýliðin atburð sem hefur verið í fréttum undanfarna daga, flóð í Mið-Evrópu og þau hafa verið fordæma lítil sumstaðar og við þekkjum það að í Mið-Evrópu að þar stendur búseta mjög föstum fótum margar aldir aftur í tíma. Þar eru byggingar mörg hundruð ára gamlar sem standa fram á einhverjum árbökkum. Já, menn hafa ekki tjálta til einna nætur. Nei, og þarna hafa menn langa sögu einhverja svona hluti En enga síður þá var úrkoman, hún var mjög mikil, hefur verið mjög mikil, þarna sérstaklega í Tékklandi og hlutum Austurríkis og síðust í Pólandi og svo þarf þetta vatn að renna í burtu, þetta inn í miðri Evrópu og það eru langar vatnaleiðir til sjávar eftir þessum stórfljótum, Saxelvu og Dóna og hvað heita þarna allar og
og það einhverju sem segja þetta vegna loftslagsbreytinga. Ég verð að benda á það að kalt og loft og norðri á þátt í þessu sem kom meðal annars síðan í síðustu viku og spólaði upp svona lítinn hálflóttahvirfil yfir Mið-Evrópu, dró upp raka frá Miðjarðarhafinu. Miðjarðarhafið og Svartahafið þetta líka sem á þátt í þessu, það 2 gráðum hlýrra en það alla jafna og þess vegna rigndi kannski meira. En það hefði annars gert þetta veðurfyrirbæri, hvað það sem knýrir þetta áfram að það verður stórrigning í Mið-Evrópu ekki endilega loftslagstengt og reyndar mjög ólíklega, en hins vegar að það rigndi heldur meira en það hefði gert við aðstæður fyrir 50 ára síðan vegna þess að Miðjarðarhafið orðið hlýrra og það gufar meira út úr því upp úr því. Þannig að svona, þetta svona bæði og stundum. Ég skil. En hvort betra að líta þessi mál of alvarlegum augum, hinum mann gera það eingripi og reyna að bregðast við sem skildi, eða að vera of kærulaus gagnvart þessu? Þá ekki skömminni skárra að við séum svona að kenna loftslagsbreytingum fleiri hluti kannski? Jú, en við samt sem aðeins að kalla hlutunum bara réttum nöfnum, þetta þarf stundum að íta á okkur að taka. Ég gerir mér alveg grein fyrir því. Og en þetta verður allt saman að vera á réttum forsendum og við verðum í raun og veru bara átt okkur á því að það bara eðlisfræðilegt samhengi á milli þess að koltvísýringur eykst í lofthjúpnum, þetta líka metangas, að ef hann eykst í lofthjúpnum þá leiðir það á endanum til hærra hitastigs lofthjúpsjarðar. Svo getur þetta komið fram á mislöngum tíma eða þetta getur komið fram með ólíkum hætti eftir heimshlutum. Sumsvæði eru viðkvæmari en önnur ekki. Og þegar við erum farin að fikta í þessu kerfi, þessu geislunar jafnvægi jarðar, þá getur svo margt annað breyst. Far helstu veðurkerfa, það hefur síðan áhrif á hafstraumana og það eru til svona, það búið að skilgreina svona ákveðna vendipunkta, það eitthvað jafnvægi í gangi og ef jafnvægi það raskast þá dettur inn í eitthvað nýtt jafnvægi sem getur þýtt það að á einhverjum svæðum að þá rignir meira, á öðru svæðum verður þurrara eða hlýnar og kólnar og svo framvegis. Hvert þitt mat á þeim vendipunktum sem gætu orðið hér og tengjast bráðnun Grænlandsjökuls og sumir sem sagt tengja við bláa blettin og kuldan sem gæti orðið hlutskipti Íslendinga næstu áratugi? Í raun og veru þetta þannig að þegar við tölum loftslagsbreytingar þá þetta ákveðna sviðsmyndir sem við setjum upp og sviðsmyndirnar eru 2 og 3 og 4 jafnvel og svo setjum við líkur á þessar sviðsmyndir og vísindanefnd í loftslagsmálum þessi íslenska sem að skila af sér síðustu skýrslu á síðasta ári 23 að þar sviðsmynd hóflega línun og hún fær hún talin líklegust maður þetta alveg rétt og og ekkert nýtt komið fram sem á nei, en svo en það nýja sem hefur komið fram einmitt það að það kannski sviðsmynd sem gerir ráð fyrir því að það hlýni lítið eða það jafnvel kólni þó hún hafi ekki mjög líkleg því menn telja í dag kannski ólíklegri en hinnar, kannski líklegri en þessi sem að gengur lengst það hlýni alveg svakalega mikið að hún ætti allavega að fá umræðu og einhver pínu lítil í líkindi. Það líka bara vegna þess að hún hefði, ef hún raungerðist, þá hefði hún mikil áhrif og það eins og það svo við tölum veður sem valda miklu tjóni, það hafa mikil áhrif en líkurnar eru kannski ekki miklar. Og en mér finnst umræðan hafi verið að breytast núna undanfari misseri að menn horfa líka til þessa, en þetta líka ruglar umræðina. Almenningur veit ekki hvort við séum að komið að fara þegar við erum að ræða þessi mál. Það er rétt. Þegar að við erum að tala vanda sem að leiði til þess að jörðin hlýnar og loftslagið hlýnar, sjávarborðið hækkar og allskins óáran í heiminum að þá jafnvel kólni á Íslandi. Hvað er þetta eiginlega?
en þetta er í raun og veru sviðsmynd sem við verðum líka taka tillit til og við vitum voðalega lítið ennþá það hvernig þessar hafstraumar haga sér í raun og veru. Erum við að rannsaka það nú? Já, við erum að rannsaka það, það þarf að mæla og mælingarnir ná ekkert voðalega langt aftur í tíma því að mælingarnir eru umfangsmiklar og dýrar og við tölum það, svo blanda með þessu öllu saman að tala golfstrauminn, en þetta er í raun og veru kerfi margara strauma sem eiga uppruna sinn suður í Mexíkóflóa og samspilið þannig að það er talað að ein kvíslina hún veikist og valdi þessum bláa bletti með að aðrar kvíslar þá styrkjast á móti. Og ég rak augun í rannsókn sem var kynnt núna í byrjun september, þar sem að var verið að fara ofan í saumana á mælingar sem hafa verið gerðar á Flórídastraumnum, þar að segja einum eiginlega golfstraumi sem kemur á Mexíkóflóa og út úr Mexíkóflóanum og upp með ströndum Flórída og stefnir síðan á Hatterashöfða og þaðan út á Atlantshaf. Og á 27. breiddargráðu úti fyrir ströndum Flórída þá eru og hafa verið gerðar umfangsmiklar mælingar á straumhraðanum og varmanum sem þessi straumur flytur alveg frá því minnir að síðan 1982, þar við erum komið með 40 ára mælingum. Og niðurstaðan er svo að þessi straumur hann er bara óvenjulega stöðugur og stabíll. Já, og það kannski svona mælir gegn þessum kenningum það að golfstraumurinn sé eða straumkerfi norður eftir sé að veikjast. Já. En eins og hafa verið bent á þegar að menn er að reyna að herma þessa hafstrauma í líkonum, svona svipuðum á veðurlíkonum og haflíkanir látið tala saman. Þá sjá menn það að þetta jafnvægi sem er á kerfinu, það er örgrant og það þarf ekki annað en að breyta bara örlít forsendum í upphafsástandinu og þá ferðu úr einu jafnvægisástandinu og yfir í annað. Það má ekki anda á það að sé þetta orðað þannig en hvað þarf til og hvernig það gerist og hvernig loftslagsbreytingarnar hafa áhrif er ekki, við þekkjum það ekki en Stefán Ramstorff hinn þýski sem hefur farið fremstur fyrir í hópi þeirra vísindamanna sem hefur talað bláa blettun og mögulega veikingu að hann talar það að mælingar sýni það að þessi veiking hafi byrjað eða hafist í veikum mæli fyrir bráðum öld síðan upp úr 1930. Já. Það er ekki nóg með að maður veit ekki hvort maður eigi bara setja hettuna upp og kaupa sér þykkri ullarvettlinga en nokkru sinni hvað varðar framtíðina hér á landi þegar maður hélt nú kannski að við myndum njóta þessi nokkra áratugi að skítakuldan á Íslandi myndir bara breytast í sæmilega blíða áratugi áður við förum öll til helvítis, svo ég djóki nú aðeins en heldur eru líka atvinnuvegir þjóðarinnar náttúrulega mjög næmir fyrir loftslagsbreytingum og fyrir því sem að gerast í hafinu. Það þarf ekkert mikið að raska hafstraumunum í kring eða sem sagt það er náttúrulega líka bara súrnun sjávar, allt þetta sem að við erum matarkista, við erum með fiskimið sem að byggjast á því að þorskurinn geti gúffað í sig loðnu. Það þarf ekkert að breyta miklu til þess að loðnu, upptökusvæði loðnunar lendi í hættu og þá er öll efnahagskerfi Íslendinga í hættu. Hann sagði mér, Halldór Björnsson kortleikinn á Veðurstofunni daginn að hann gagnrýndi það að við Íslendingar sjálfur sem þjóð, við erum ekki að rannsaka hvaða áhrif þetta hefur á efnahagslega afkomu þær breytingar sem að það er eina af þessum gleggstu teiknum sem hafa komið fram varðandi lífríki, það er að þegar að hafísinn hörfar og það sjórinn línar fyrir norðan þá fer loðnan með og fer norðar og það er að minna æti og þessu hefur ekki verið, ég tek undir með Halldór, þessu hefur ekki verið gefin nægilega góður og mikill gaumur og við vitum það að það eru náttúrulega sveiflur í hafinu við vitum það að veiði hefur áhrif en
kannski einblínum á þessa þætti en ekki kannski hver langtíma leiknin og við gefum okkur svona ákveðna forsendur og teiknum upp nokkra sviðsmyndir sko. En ég ætla svo sem ekki að fara mikið inn í þessi lífríkismál, ég er bara ekki nógu vel að mér í þeim sko. Og hvaða áhrif þetta hefur eitt og sér eins og súrnun á efnahaginn og eitthvað slíkt sko. En kannski frekar að tala það sko, hvað í raun og veru sko, umræðinu hérna heima sko, hvað mér finnst hún vera sko, sérkennileg. Það var svakalega mikill loftslagsáhugi hjá almenningi árunum svona 2017 til 2019 og kom með Gretu Thunberg og við munum eftir unga fólkinu sem að stunda loftslags mótmæli. Verkföllin og manni fannst eins og hugur fylgdi máli. En það er eins og sko hraðinn í samfélaginu, hann einhvern veginn þannig að það er eitthvað sem að fólk var áhuga á í dag og eftir ári áhuginn komin eitthvað allt annað sko. Og sumir segja að COVID hafi drepið í raun og veru loftslagsáhugann og það maður verður alveg var við það eru auknar svona úrtöluraddir í því að bara við getum náð árangri eða við eigum að vera að leggja áherslu á þessa hluti umfram einhverja aðra sko. Og það finnst manni kannski vera slæmt sko. En ég sé það alveg og finn það alveg að áhugi almennings á þessu loftslagsmálum hefur dvínað mikið og hvers vegna það sko. Og það var nú viðtal við formann loftslagsráðs á dögunum og hann sagðist líka merkja aukinn úrtölutón, bæði svona minni áhuga og líka það að við næðum sko árangri. Og íslensk stjórnvöld auðvitað búin að setja mjög metnaðarfull markmið til ársins 2040 og lagt aldrei mikið í þau. Það gengur nú ekkert að ná þeim. Nei, og ég skrifaði það að mér fyndist sko þessi 150 aðgerðir sem búið að setja á blað, þær eru núna til skoðunar og rýni sko, að mér finnst vanta að það séu einhver aðgerðir teknar út og svona skilaboð til almennings á þær eigum við að leggja áherslu með svona daglegum gerðum okkar. Og þetta er orðið svona óbúðslega víðfemt og margt undir. Og þetta er mjög margt sem getur gert gagn en stjórnvöld þurfa svona eða aðilar við stjórnvalda þurfa að gefa svona einhvern leiðavísi það hvernig við að ná fram markmiðum okkar. Og einu sinni skrifa bók loftslagsmál fyrir sem var kennslubók sem var ætluð miðstigi grunnskóla, það er orðið með henni 10 ár síðan og þá var ég einmitt sko að setja upp nokkur atriði sem væru líklega til þess að draga úr losun koltvísýrings og setja þetta alltaf í hendurnar á krökkunum. Þau áttu að fjalla það og velta vöngum yfir því hvað skilaði mest árangri en hlutin eru nú fljótur og úreldast og ég hugsa þessi kennslubók sé nokkuð kennt nokkuð staðar ennþá. En síðan hefur ekki hjálpað upp á umræðana hér, það eru deilur á meðal bara vísindamanna og fræðimanna. Svona bara innanlands það til dæmis hvað sé heppilegast að gera í loftslagsmálum varðandi til dæmis bindingu, kolefnisbindinguna. Hvort það er hægt að skó, hvort það er að fylla upp í mýrar og menn deila þá inn í það koma allskís önnur sjónarmið, svona einhver náttúruverndarsjónarmið og menn spara ekki stóru orðin þar. Þannig að svona almenningur að hann vill eiginlega ekki taka þátt í þeirri umræðu og síðan er það sem núna er komið upp með þessa kolefnismarkaði. Þeir eru sjálfur sér nokkuð góðir og hagfelldir upp á það að búa til efnahagslega hvata til þess að beina fyrirtækjum yfir í aðgerðir sem eru hagkvæma fyrir loftslagið að breyta til. En sko birtingamyndin hér hjá okkur svo að í stað þess að það sé verið að fara í svona ýmsar svona litlar bindingaaðgerðir
og það séu svona tiltölulega lítil fyrirtæki íslensk sem að séu að kolefnisjafna sig með þessum hætti að þá eru bara komin hér á Finnsmönnum eins og hér séu bara komin erlend fyrirtæki sem ætla að taka náttúru okkar að láni til þess að græða peninga og þetta hefur líka áhrif og síðan erum við búin að nefna þetta með þess að það sé kalla Íslandsþverstæðuna að hér á landi að þegar að vera að tala um hlýnun heimsins og menn finna hann ekki á eigin skinni að hér upplifa menn kalt sumar og bara einhver leiðindi og spánarhitin mjög fjarlægur rugglar fólk láti í rýminu og síðan þetta þessi stóra mynd þráttir það að sé búið að vera að tala um loftslagsvandann í áratugi og með auknum og vaxandi þunga þá sér maður bara koltvísýringslínuna hún bara stígur og rís með sama hraða og hún hefur gert síðustu 30 árin og þó svo að menn telji sig vera að sjá einhvern ávinning eða sjá einhverja góða niðurstöðu í því sem verið að gera þá tala nú bara mælingarnar tala sínu máli og núna til dæmis í ár þá kemur greinilega fram að jafnvel þó að menn hafi náði að draga úr losuninni með einhverjum aðgerðum í orkuskiptum með einhverju slíku þá eru bara skógareldarnir sem hafa verið geisa heimsbyggðina síðustu ára, ekki síst í Kanada hafa bara spýtt koltvísýringi út í loftið í miklu mæli og jafnaði það út og það svona talin helsta skýringin á því að hverju sjáum ekki það að kurvan sé að flytjast út þetta veldur mönnum líka svona ákveðnum vonleysi getur við sagt. Ein getgáta gagnvart þessu sem þú nefndir að ég tek alveg undir með þér með þetta að það var meiri vakning, það var meiri umræða loftslagsmál, hlemmist bæði innan minnar stéttar, innan fjölmiðlastéttarinnar og bara þarna úti, bara á venjulegum heimilum fyrir nokkrum árum heldur niður í dag. Og ein ástæðan gæti verið svo að með COVID þá náttúrulega fylgir myrkur, einangrun og dauði. Svo kemur Úkraínustríðið sem hefur áhrif efnahagslega á Íslendinga. Við erum með skelfilega atburði í Grindavík sem að kosta gríðarlega peninga og allt það tengt jarðhræringum, eldgosum og því. Og við kannski bara höfum ekki svo mikið þol til þess að taka loftslagsmálin, líta á þau sem alvarlega ógn og reyna að bregðast við því út af öllu hinu. Ég er bara getgátt, ég er að henda þessu á borðið, þetta er algjörlega órökstutt. En sem sagt því náttúrulega hljóta að vera því hljóta að vera takmörk sett hvað við í rauninni getum átt á hverjum tíma við mörg vandamál. Ég veit það og það þetta er mikið í umræðun og fólk er að hugsa um þetta þessa síðustu mánuði og mín sýn er svo að hún getur ekki varpað þessari ábyrgð yfir á einstaklingin að öllu leyti. Það er mjög einfalt og það hafa menn menn hafa ríka tilhneigingu til þess að horfa í eigin barm, þetta er okkur að kenna og með þessu er ég ekki að segja það að hver og einn að hann ber ekki sameiginlega ábyrgð gagnvart bara eins og bara í umræðum önnum samfélagsmál hver og einn getur ekki skorast undan ábyrgð af því að það sé eitthvað í samfélaginu, það sé aukin hnífaburður og aukið ofbeldi og allt slíkt en í loftslagsmálunum að þá bera stjórnvöld mikla ábyrgð vegna þess að stjórnvöld hafa yfirsýnina og stjórnvöld hafa laga- og reglugerðarvaldið til þess að setja stóru fyrirtækjunum ákveðnar skorður þar sem losa mestu og stjórnvöld fara líka með umboð okkar hinna til samningaviðræðna á erlendri grundu og þar gætu við staðið dálítið sterkt ef við ætluðum okkur það. Við ætluðum að leggja eitthvað til málana þar að þá gætu stjórnvöld gert það. Bæði var það með okkar eigin hagsmunum og síðan bara þessum fjölþjóðlegu hagsmunum og þar eru við ekkert endilega samningaborðið, þar eru við ekki endilega bara einhver lítil 400.000 manna þjóð Þar höfum við rödd og
getur náð ákveðnum hlutum fram. Og það hefur svo sem gerst í gegnum tíðina að íslenska samninganefndin að hún hefur talað fyrir ákveðnum lausnum og að því ég nefndi nú Halldór Þorgeirsson hér áðan formaður loftslagsráðs að þá var hann nú í þessum alþjóðasamningum og við borðið í mörg ár og ég held að hann hafi komið ýmsu til leiðar en sko lítil þjóð sem að losar lítið af heildinni en losar þó talsvert per mann að hún getur kannski velt þúfunni eða hérna gert mest gagn. Já, líka með sko á þessum alþjóðavettvangi með því að tala skýri röddu sko. Algjörlega. Það var líka annað sem ég rak mig á. Ég vann nú 4 ár hjá Umhverfisstofnun. Ég var upplýsingafulltrúi hjá Umhverfisstofnun og sko það kom mér svolítið óvart þegar ég áttaði mig á því að allt íslenska módelið það gengur út á að skapa hvata til þess að þú hegði þig betur sem fyrirtækið einstaklingur. Að refsi sko það að refsa stórfyrirtækjum fyrir mjög mikla mengun, fyrir brot og allt það. Þetta ekkert rosalega vinsælt hér á landi, það mikið inn í menningunni. Ég hitti vin minn sem býr í Ástralíu daginn. Hann sagði að Ástralir hefðu verið eins og Íslendingar. Við höfum alltaf að leysa allt með hvötum. Þeim væri búið að lærast það í þessum málum að það er bara refsa. Það væri það eina sem að atvinnulífið myndi skilja. Það væri það að nýðingarnir, þeir sem eru semst að eyðileggja lífríkið í veröldinni með taumlausri losun. Það þarf að gera þeim, það þarf að hemja þá með því að gera þeim dýrt að fara sínu fram. Já, þetta er eitt sjónarmið í þessu og sko en þeir segja þá á móti sko að meðan er eftirspurn eftir vörunni að þá viljum við selja hana og viljum nýta hana. Þannig að það er alltaf mjög athyglisverð umræða sem á sér staði í Noregi þessi misserinn og hún er pólitísk í eðli sínu þar sem að Norðmenn eru þetta stór olíuvinnslu þjóð og það er að langstærstu hluti er ríkið með puttan í olíuvinnslunni og hérna þar á sig bara stað sko pólitísk umræða það hvort að ríkið eigi bara að hætta þessu, menn eigi að láta bara tæma þessar olíulindir sem eru núna í gangi og svo bara láta þetta gott heita. Og risastór siðferðisleg spurning. Já, og þarna getur ekki varpað ábyrgðin á vondu stórfyrirtækin. Nei. Heldur það hver og einn normaður, hann þarf að gera það upp við sig. Er þetta eitthvað sem að hvílir á minni samvisku? Er þetta eitthvað sem ég er tilbúin að taka þátt í? Jafnvel þó að það þýðir það að við sem þjóð eða við sem efnahagslífið í Noregi að það detti eitthvað niður sko. Eða hjaðinni eitthvað stund allavega. En svo sko, þetta er einhvern veginn þannig að við erum öll óalega góð og við erum öll tilbúin að vera ábyrg á þessu sviði. En okkur finnst bara það að það eigi einhverjar aðrir að gera það hvort sem það er sko ákvæðan annars umhverfi eða sko við Íslendingar við segjum gjarnan að við séum með svo lítinn hluta af gökunni og við erum búin að hitaveituvæða landið okkar og við vorum búin að draga úr gas- og kólanótkun hérna fyrir einhverjum áratugum síðan og það er að vandamálið hjá einhverjum öðrum sko en sko þetta er bara eins og segja, þetta er bara mál sem fer ekkert fram hjá okkur en ég ítreka það bara að mér finnst að leiðbeiningar stjórnvalda ættu að vera skýrari. Þetta er allt og mikið finnst mér vera í einhverju þoku, það eru mörg ský á lofti, margir boltar á lofti og maður veit ekki almennilega hverju maður á að kasta. Nei. Það er kannski eins með þetta eins og fleira að mér finnst líka alveg með ólíkindum að Íslands stjórnvöld séu ekki duglegir að taka utan hinn almenna Íslending og veit honum smá huggun vegna ástandsins í húsnæðismálunum og fleira. Og sko það vantar svolítið hérna bara einmitt skýr skilaboð, mér líkur við að segja faðmlag og bara umhyggju
góða fræðslu, markvissa fræðslu og umhyggju, línan frá stjórnvöldum til almennings, hún verður að vera svolítið skýr til þess að það megi vænta þess að við breytum hegðun okkar í takt við það sem að þyrfti að verða. Já, við getum orðað þetta öðruvísi, lína þarf að vera skýr svo við getum vænst þess að það náist einhver árangur. Akkurat. Já. Ekki endilega til þess að allir breyti sér, en það bara á þessu sviði eins og svo mörgum öðrum að okkur finnst bara gaman að því að deilum hlutina og láta á reyka á reiðanum og segja að þessi leið sé heppilegri en einhver önnur. Og það hefur stuðað með oft í þessari loftslagsumræðu að henni mestu umhverfissinnar á sviði náttúruverndar, að þegar að kemur að einhverju loftslagsmálum, einhverju aðgerðir loftslagsmálum sem að skarast eða stangast á við náttúruverndina, að þá verða mjög erfiðir svona hugafarslegir hagsmunaárekstrar. Er það að tala um vindmyllur? Ég meðal annars að tala um þær, en líka bara það að til dæmis lítil vatnsaflsvirkjun sem myndi skapa okkur orku í orkuskiptin, að hún veldur miklum deilum. Og það eiginlega alveg sama hvað það gerir í orkuöflun, að það skapar allt saman deilur og kæruferlið er nýtt til hins ítrasta Jafnvel smávægilegs sjónræn áhrif komi í veg fyrir umhverfislegan ávinning. Já, ég segi bara það að uppstöðulón sem bara eins og fallit stöðuvatn, að það eru þetta breyting á ásýnd landsins sem gæti aukið orkuöryggi eða skaffa nýja orku að jafnvel það veldur deilum, og svo er sveitarfélögin komin inn í þetta líka og það var orðnir aðrir pólitískir hagsmunir heldur bara náttúruvernd. Þannig að það það veitir manni svo sem ekki, eigur manni ekki bjartsýni að sjá allar deilur út af öllum mögulegum hlutum og nánast út af öllu og að þessi, ég held að þetta sé nú bara sér íslensk að geta ekki greint aðalatriðin frá því sem mestu máli skipti frá hinu sem eru minni hagsmunir, en ég veit að leiðu að segja þetta þá er ég gagnrýndur fyrir að halda svona sjónarmiðum á lofti vegna þess að menn telja það að einmitt það sem þeir standa fyrir, að það séu hinnir eiginlegu hagsmunir á endanum. Mér dettur í huga að þetta geti tengst í hvernig þú talar við þína þjóð sem stjórnvald. Það getur verið. Að ef þú nærð að skapa traust með þeirri aðferð sem að sýnir virðingu, alúð, hlýju, þú ert með góð rök. Þetta er til dæmis eins og með Seðlabankann. Ég held að ef Seðlabankinn væri ekki fastur í 9,25 þá væru margir hér tilbúnir að breyta hegðun sinni til þess að minnka verðbólgu bara vegna þess að það er þá einhver að hlusta á þig. Já, það má vel vera. Ég ætla nú svo sem þú hefur skoðan það svo ekki að blanda mig inn í þá umræðu, en í sjálfu sér þá hef ég í raun og veru hef ég ekki voðalega miklar áhyggjur af. Ég held að sé mjög margt að gerast í heimsbyggðinni varðandi það að ná samdrætti í losun, og við munum á endanum sjá kúruna flytjast út og fara niður á við. Ég bara skynja tónin í umræðunni á alþjóðavísu þannig. Ég hef hins vegar áhyggjur af því að Íslendingar sé ekki að ná sínu loftslagsmarkmiðum og sínum alþjóðlegu skuldbindingum. En þær skipta okkur máli, en sem betur fer eru það lítil að það skiptir ekki máli í stóru myndinni, en auðvitað eigum við að standa við okkar skuldbindingar. Einar, má ég kalla þig til síðar til þess að ræða vind, lofthita, rigningu? Við höfum ekkert farið í það. Nei, við fórum í aðra línur, stærri línur núna. Kannski. En það verður gaman að fá þig seinna til þess að að við færum í aðeins kannski veraldlegri umræði. Sjáum hvað setur. Kæri þakkir fyrir komuna, Einar Sveinbjörnsson. Já, takk. Ég held við séum eftir örstutt skilaboð að fara að velta fyrir okkur hávaða. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Sæl aftur. Reykjavík er stundum lýst þannig að það sé eins og hún hafi orðið fyrir sprengju.
og sprengjan hafi tætt borgina miðja með þessu á fólk við legu Reykjavíkurflugvallar og hvernig völlurinn hefur áhrif á alla byggð og Reykjavíkurflugvalli fylgir einnig ansi mikil hljóðmengun eins og margir vita. Svona mismunandi umræðan þennan völl og þennan hávaða. Akkurat núna þessa dagana töluvert mikil umræða hávaðan sem mein fyrir þá íbúa sem að búa næst vellinum eða eru undir flugumferð og það búið að stofna íbúasamtök kannski getur maður sagt brotthvarf óþarfa flugs frá og til Reykjavíkurflugvallar og ég kom með viðmælanda sem að þekkir þetta mál betur. Velkomin Daði Rafnsson, þú ert einn af meðlimum þessa hóps. Já, takk fyrir. Hvað var það svona sem að leiti til þess að þið segið hingað og ekki lengra, við ætlum að tala við fjölmiðla, við ætlum að reyna að berjast fyrir okkar málstað, við nennum þess ekki lengur? Já, þetta var sér mjög langan aðdraganda. Í raun og veru, þetta ekkert sem gerist bara eitt fyrir og nú og allt er spottin fram. Þetta má vel að segja að það séu margir íbúar búin að vera í mörg ár, búin að vera að reyna að láta í sér heyra, þar á meðal ég í kerfinu. Ég íbúi á Kársnesi. Ofan verðu og sunnan megin og flugleiðin ekki fyrir ofan okkur en hún nálægt húsinu mínu og hef búið hann í 8 ár og svona undanfarið 3-4 ár þegar maður teki eftir að umferðin hefur bara aukist gríðarlega og ég hef svona lýst þessu þannig að við eigum 7 ára dóttur og hún gat svo við svona oft út í vagni, ekki alltaf en oft og svo hefur 3 ára dreng og hann gat aldrei svo út í vagni. Það hreinlega þannig? Það bara hreinlega þannig og það hver einasti sóladagur þannig að þá bara stanslaus umferð yfir, mikið af þyrlunum sem eru bara skaðvaldur og eiginlega óskiljanlegt að þyrlur getur bara flogið yfir þéttbýli í þessu magni og bara yfir fólki yfir höfuð. Svona stór aukning í þyrluflugi að tilur? Já og svona þetta líka okkar upplifun íbúana sem að bæði búum hana á Kársnesi og þannig byrjaði eftir svona 1-2 ára þessu bara miklum látum þá allavega fer ég að reyna að láta í mér heyra svona þar sem maður telur. Maður byrjar á að reyna að láta í sér heyra hjá heilbrigðiseftirlitinu, hjá Ísafja og þá svona rekur maður sig á það að feriðinn til að kvarta, hann ógagnsær, hann svolítið lokaður. Erfitt kannski svona að koma hlutum áleiðis og svo veit maður ekki bara hvort einhver hafi tekið við efninu, hvert það fer og hvort það yfir höfuð að gera eitthvað í því. Svo fer maður eftir það, þá fer maður leita í pólitíkina og þar manni byrjað að benda manni á að það sem hægt að fá eyrnatappa í apótekum. Hvaða pólitísku fulltrúar hafa sagt það við þig? Ég ætla ekki að fara að hengja neitt upp á snúru hér. En svona í alvöru, bara í fúlustu alvöru þá bara byrjaði þannig og svona það svona oft svona kannski gert grína þessu og bara eitthvað nokkra vélar að trufla en þetta ekkert nokkra vélar. Nei. Og þetta engin smá hávaði. Nei. Og þetta langur tími og allt þetta uppsafnað bara orðina bara meira átt að skaðvaldi í umhverfinu. Og ég nú bent á það ofta að Kársnesi besti staður til að búa í Evrópu fyrir utan þetta. Og samt alveg ákveðnir aðeinslega í pólitíkin sem að tekið svo vel og reynda að fara eitthvað áleiðis með málið. Bæjarfulltrúinn Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi, hann fór áleiðis með þetta bæði í blöðin í fyrra og það var krafist þess að fjallað myndi borgarstjórnar Reykjavíkur. Þar fannst manni viðbrögðin vera þannig að bara allir og einn kjörinn fulltrúi sem sagði bara allir sem hefðu nokkuð tíma reynt að tjá sig flugvöllinn kemur bara særður út þeirri baráttu og það væri lítil stemning bara fyrir að halda því áfram. Þá fer maður en mann bent á að tala við heilbrigðiseftirlitið, byrjar þar og þá kemur svona ljós að það bara virðist vera óbúslega lítið fjármagn og eftirlit lagt í þetta. Bara þegar maður fyrir að skoða svona, það eins og þessi hvergi neinn ábyrgð og mögulega það bara út af því að við erum kannski lítið land og stjórnsýslan eftir því eða
og maður ætlar ekki ætlanir það eða það sé bara búið að hanna það þannig en þú veist, maður fer náttúrulega stað með alls konar samsæriskenninga þegar maður lendir á fullt af veggjum og svona tímabilið að maður kalla þetta flugvöllinn hans Kafka að þú bara rekuði alls staðar á. Nú myndi ég kannski ætla það að eitt mál væri bara lega Reykjavíkurflugvallar og að hafa flugvöllin á þessum stað sem náttúrulega hefur verið mjög umdeilt lengi en annað sé sko að það væri hægt að taka einhverja skynsamlega umræðu það hvað sé hæfileg umferð. Já, sko afi minn bjó í Þingholtunum og hann rak rollur á Suðurlandsbraut og þegar fólk segir að þú veist hlutinir þurfa alltaf að vera eins og þeir eru nákvæmlega að hafa verið í fortíðinni þá tel ég svo að svo þurfa ekki að vera. Hann flutti sér svo upp í Fjárborg og var þar lengi og svo er hann alltaf látin og Fjárborg farin. Já. Þannig að það er bara, þú veist, byggð þróast og samfélagið þróast og kröfur lífsgæði og lýðheilsumál og annað slíkt, þau bara breytast. En við erum hins vegar sem erum samankomin í svona samtökum, við erum á alls konar bara skoðunum hvað varðar það hvort völlurinn að vera að fara, hvað umferð á að vera ekki. Það er allir sammála að það sem við kallum óþarfa flugumferð því að sko í síðustu svona stóru umræðum þetta þá var mikið rætt að völlurinn gegndi öryggishlutverki og hann væri líka gegndi samgönguhlutverki sem svona bara innviða stofnun og það er ekkert sem að við deilum við erum ekki að gera athugasemd við það. Hins vegar þegar þú ert farin að sjá 20.000 þyrlu þyrlusnertinga nú kann ekki öll tækni orðin en þú séð kannski að hvort sem það ræst eða talið í ganga það eru aldrei 20.000 og almannaflug kannski 20 eða 100 þá fer maður að velta fyrir sér þú veist hvernig ósköpunum gat þetta gerst að þyrlu umferð með túrista er leyft og beint yfir miðborg og höfuðborgar þú veist, Kópavogur, Reykjavík öll þessi hverfi þar sem að fólk er að reyna að búa bara að lifa sínu lífi. Já. Þetta hefur ekkert með öryggishlutverk að gera? Þetta hefur ekkert með öryggishlutverk að gera og samaskapi ef einhver hefur gert sér ferð í Hlíðarnar það er náttúrulega verið að byggja upp hverfið hana og borgin er að þróast og bara fólk í dag gerir þú veist kröfur að lífsgæði séu þannig að þú þurfur ekki að vera eða öllum deginum í bíl alltaf og helstu stofnanir samfélags hafa líka verið leið verið plantað þarna á sama reit og þá er bara komin fjöldi af einkaþútum sem eru parkerað þarna fyrir utan hús bara nokkur 100 metrar frá húsi 200-400 metra þar sem býr fullt af fólki fjölbýlishúsi rétt hjá Valssvæðinu rétt hjá Öskjuhlíð þannig að stóra útivistarsvæði og þar er þeim parkerað og þær eru oft bara í gangi bara í 20 mínúta eða klukkutíma bíð eftir einhverjum 1-2 farþegum. Þetta er óþarfi. Og fer sennilega ekki fram hjá neinum þegar þær taka sig á loft eða lenda? Nei og einmitt það er náttúrulega að fara af stað og lenda með hvellum sem heyrast bara vel til dæmis til mín. Já, kemur svona svo högg. Kemur svo högg yfir nesið og skellur á okkur þegar þær eru að lenda. Já, ég þekki þetta því ég er sjálfur íbúið við Fjólugötu. Akkurat. Þannig að ég þekki pínleitið. Og það er áhugavert líka sko að við höfum náttúrulega þurft að þú veist, nú hefur maður þurft í sjálfu segja að þetta ekki eitthvað sem maður myndi vilja vera í viðtali út af eða tala við ráðherra út af eða neitt svoleiðis. Þetta er bara eitthvað sem maður ætti ekki þurfa að vera að hugsa En til dæmis höfum við verið að lesa eftir hljóðhönnuð Airbus þyrlu deildarinnar sem hefur verið að lýsa því að þyrlur eru mjög hávarar, sérstaklega í aðflugi og að desibelamælingar nægi ekki til heldur séu upplifun fólks á jörðu þannig að hún er á við 2-föld mæld desibel þannig að það er svona áhugavert að skoða bara vísindan bak þetta er svo óbúslega ónótalegt hljóð sem að svona skellur á veggjum, skellur á þökum, skellur á umhverfinu og svona grefur sig inn í allt og þetta er svona eins og einhver myndi starta upp sláttuvél fyrir utan hjá þær og vera með hana í fleiri mínútur og gera það svo mörg bara mjög ofta dag sko.
Þannig að þetta teljum vera óþarfa og við höfum hitt innviðaráðherra og beðið hana að okkar krafa bara skýr, þyrlu umferð burt fyrir áramót, óþarfa þyrlu umferð. Hvaða innviðaráðherra var það? Svandísi, Svavars. Nýlega? Já, bara í gærða fyrir dag og hennar bara viðbrögð hafa verið ótrúlega góð. Við höfum sömulega sett Ásdísi Kristjáns, bæjarstjóra í Kópavogi. Hennar viðbrögð voru virkilega góð líka og Kópavogur ákvað að gera sína eigin mælingar á Kársnesunni í fyrra og þar eru, samkvæmt gömlu mælingunum er þetta innan marka en margir toppar á hverjum degi. Þannig að en eins og ég segi, desibelmælingar það duga ekki til þess að lýsa ónotum íbúa sem að búa við þyrlusvæði og einkaflug og þetta allt og sérstaklega ekki þetta orðnar 20.000 á ári. Já. Svo annað sem hefur náttúrulega pirrað margt fólk, það eins og þessar fréttir sem hafa verið skrifaðar það að það sé í rauninni bara dýrara að leggja bifreið, 2 manna bifreið niður í miðbæ Reykjavíkur heldur en að geyma þær þarna dögum saman á flugvélum einkaþotur. Já, og þetta er eiginlega óskiljanlegt dekur við auðmenn að vera að setja þetta maður þarf ekki að vera mikill sósíalisti til að finnast það bara finnst það eiginlega nær öllum sem maður tala við og eiginlega bara öllum að einhver sem kemur á einkaþotu hann á ekki að eiga rétt á því að lenda inn í Reykjavík og hvað þá að borga svona ódýrara gjald heldur en fólk að leggja bílnum sínum og Ísavía talar fyrir að fella tré frekar en að breyta einhverju og þetta er allt svolítið svona, hvað er það, 1950? Já, umhverfisverndarsamtök hafa verið að tjá sig undanfari líka við höfum ekki kafað djúpt ofan í það, við höfum verið svona fókusa bara á að fólk sem er búið að gangi samtökin okkar og við höfum heyrt í og teljum okkur vera að tala fyrir að það bara er að tala þessa bara skerðingu á lífsgæðum og líka lýðheilsuáhrif sem að margir svona spennast bara upp við að þegar þyrluna fara í gang eða þegar koma stóra þotur yfir, fólk hefur sem verið heimsókn hjá fólki hefur haldið að veru þotur að fara að fljúga á húsin Jú, ég kannast við það þannig að það er margs konar og kannski svona eitt sem að ég sjálfur hefur verið að velta fyrir mér út af við höfum líka átt gott samtal við bara þá sem eru svona samtök flugmanna og svona flugmál á Íslandi og haft sambandi okkur margir flugmenn sem að bara hreinlega veltaði fyrir sér hvort að þeim hafi verið greiði gerður með því að halda vellinum eins og hann er og halda þessu til streitu að þetta er raun og bara svona svolítið reksni ef við getum orðað þannig bara miðað við flugvelli annar staðar þetta eru svona kofareksni ég fari sjálfur í millilandaflug til Færeyja leiðum tilbaka kemst maður ekki inn út að það er bara allt tróðið í þessari litlu fríhöfnana þannig að maður býður fyrir utan að maður fólk er að kaupa sér áfengi til þess að komast út og bara svona allur aðbúnaður er ekki hægt að vinna með flugsamfélagina því að gera betri aðbúnað fyrir það sem að til þess að bara tryggja öryggi og gæði í flugi og þeir hafi bara góðan aðbúnað fyrir það sem þeir þurfa og að íbúar á þessu svæði sem að telja 20.000 eða ekki í kringum 100.000 því að við erum líka að fá meðlim úr Árbæ við erum að fá meðlim úr Mosfellsbæ við erum að fá meðlim úr Álftanesi Hafnarfirði því að þyrlunar þær fara á staði hjá okkur en þær fara svo eitthvað yfir og þotunar. Finnst engum sem þú hittir þessi flugumferð spennandi, jákvæð með einhverjum hætti, orka í henni, einhver svona dýnamik og alheimurinn er á fullri ferð þannig að hér er allt að snúast auðvitað er það fólk til, ég hef alveg nágranna konur sem að lýsa því yfir að þeim finnst þetta svo notalegt að fá þarna vélarnar yfir og þyrlunar og svona en meiri hlutin ekki og svo er það líka þannig að bara miðað hvernig umræðunar hafa verið Reykjavíkurflugvöll svolítið eitraðar þegar við förum að stað þá koma svona einhverjir fram úr fylgsnum sínum
og ætla að fara að gera okkur upp alls konar skoðanir og hugarþel. Þannig að við ákvæðum til dæmis bara að loka fyrir komment á Facebook síðan okkar því að hún var ekki ætluð til þess að vera vettvangur til að rífast þetta, heldur bara til að miðla okkar og þannig að fólk veigra sér við þetta en auðvitað til fólk sem að þykir vænt völlinn. Þú veist, það alveg til fólk sem eru kannski alist þarna upp og lært í fluginu og þú veist, maður bara ber fulla verðingu fyrir því og skilning og þetta alveg hagsmunni líka en hagsmunir okkar sem búa þannig kring vega líka og okkur finnst bara sem stöndum að samtökunum og okkar félagsmönnum að þeir hagsmunir hafa bara ekki verið teknir til greina, ekki heyrst og við bara munum láta heyri okkur þangað til að einhver árangur þess að verður. Við viljum fá ein krafa okkar svo að við fáum að taka þátt í umræðu og ákvörðunum þróun flugvalla. Við viljum líka að það sé bara með flugvalli bara almennt á Íslandi. Þú veist, við teljum það líka mikilvægt fyrir fólk út á landi að þeirra mál séu örugg og tryggð og allt svoleiðis. Þannig að þú veist, við erum alls ekki einhverju herferð gegn flugi í Íslandi eða neinu slíku. Heldur við erum bara að segja að þessi þróun án samráðs við íbúa hún gengur ekki upp, ekki í nútímanum, engan veginn. Sko, þú nefndir það í upphafi okkar samtals að það væri eins og kvörtunum ykkar hjá Ísafía að það væri ekki mikill vilji til þess að halda þeim til haga, skrá niður vitnisburð að gera eitthvað með hann. Maður veit ekki neitt, sko, það er náttúrulega málið, þú veist, ef þú sendir inn einhverja vísbendingu á svona, þú veist, þarft að fara djúpt inn einhverja vefsíðu eða inn heilbrigðiseftirliturum þarft að skáða inn með Ísland.is og allt þetta svo veit maður ekkert hvað verður það, bara hvert móttekinn og hvað svo. Þannig að það er annað sem við rekja okkur á líka að það virðist vera svona hvernig voru óvíst með vald hver ræður, hver er með eftirlit og við vitum ekki neitt en Ísafía hefur búið okkur fund í næstu viku sem við sjálfsögðu þykjum, við viljum hafa gott samtal og samvinnu við alla. Við erum ekki komin til að vera í rifrildi eða skítkasti eða annað slíkt og við viljum ekki ætla fólki eitt eða neitt, heldur bara að við viljum fá samtal og við viljum segja frá okkar. Hafa svona verstu dagarnir verið eldgosadagar þegar er mjög mikið þyrluflug tengt því að fara í útsýnisflug yfir eldstöðvar eða eru það ekkert verið dagar en margir aðrar? Sko, þeir eru verstir. Þegar það hefur verið leyft að fljúga yfir sem hefur ekki alltaf verið en þegar þessi gos hafa verið að hefjast undanfarin ár þá hefur maður svona fundið hjá sjálfum sér og fjölskyldunni og fólki kringum okkur nágrannum og öðrum slíkum að þá svona byrja allar að spenna sig upp að já ok, þá fara þyrlunar að koma og svo vitum við alltaf fyrst þegar það koma gos þannig að þá byrja lætin þannig að það hafa verið einstaklega slæmi dagar og eiginlega ótrúlegt að sjá þú veist, bara röðina þyrlum fara hringinn hann út á Reykjanes og svo aftur tilbaka. Já, maður vissi ekki að það væri til svona margar þyrlur hérna. En það er mikill misskilningur að segja já, þegar nú er ekki gos og þá er allt í góðu. Þetta er bara en bransi á Íslandi og auðvitað þurfa þeir að hafa í sig á og vilja selja sína ferðir. Ég held líka og svona bara með samtala okkar við íslensku þá sem eru með íslensku fyrirtækin að þeir hafa fullan skilning á þessu. Þeim hafa ekki á mótið að vera færðir eitthvað annað séð þeim tryggð góð og örugg aðstaða og ég held að þú veist við getum leyst þetta mál mjög vel því að þú veist það kemur góðveðursdagur og þá vill þyrluflugmaður auðvitað fara með túristan og í löngu röðum og það er hefðbundna áætlunarflug en svo náttúrulega líka vilja þeir sem eru með sínar engavélar og svona þeir vilja líka fara af stað þannig að daginn var góðveðursdagur við sátum út á svölum og þá taldi ég einhverjum 10 mínútum að þá voru 10 til 12 mismunandi vélar að fara þannig yfir og það náttúrulega er það ekkert orðið spennandi að vera út í garði þegar það er sól og nágranni með heitan pott sem bara eiginlega lokaðanum fór inn þannig að þetta er ekki bara gosið þó þau séu sjálfsögðu verst því að það bara er ólíft að vera þarna. En sko hljóðmörk íbúasamtökum brotthvarf óþarfaflugs frá Reykjavíkurflugvelli
hvað myndi ekki flokkast undir óþarfa flug? Hvað væri þarft flug? Klálega ef einhver þarf að komast á spítala í Reykjavík, sjúkraflug, klálega, algjörlega, bara saman hvort það þyrla, þvota. Það væri auðvitað ef það einhver björgunarleiðangur, klálega. Og svo eru það náttúrulega eins og bara reglubundið áætlunarflug til Akureyrar, Egilsstaða, Ísafjarðar. Það er ekkert okkar sem að vill loka á landsbyggðina og öryggið og það. Ég get hins vegar alveg sett spurningamerki við það, þú veist, ef ég byggi framtíma eins og vinafólk á Akureyri gerir, að þú veist, það fer kannski meira erlendis heldur en til Reykjavík saman sem fjölskylda, keyrir allir bæinn út að þetta er svo dýrt að fljúga. Já, ég er sammála þessu. Að ef þú værir Ég bjó 25 ára á Akureyri. Ég hef notað innanlandsflug mjög mismikið eftir tíðaranda og eftir því náttúrulega hvað það hefur kostað mikið að fljúga á milli. Ég get nefnt þér tímabil þegar 2 flugfélög voru í samkeppni og það kostaði ekki nema 3.000 skall að fljúga á milli Akureyrar og Reykjavíkur. Þá flög maður náttúrulega mjög mikið. En í seinni tíð, það eru 3 ár síðan ég flutti frá Akureyri til Reykjavíkur, og í seinni tíð þá heyri ég æ fleiri félaga mína á Akureyri sem ennþá búaðar segja mér að þeir noti bílinn. Vegna þess að það hefur eiginlega ekki verið nein niðurgreiðsla á þessum flugum, þau eru bara brjálaðslega dýr. Þú hefur heyrt þessar fréttir með að ódýrasta leiðin til Reykjavíkur frá Akureyri sé að millilenda í Skotlandi eða Manchester eða eitthvað og fljúga þaðan til Reykjavíkur, skilur við. Já, þú veist, ég fór nú sjálfur í marsmánuði bæði til London og Akureyrar og það var helmingi, tvöfalt dýrar að fljúga til Akureyrar og en þá einmitt eins og fólk þar hefur verið að segja, þú veist, það er kannski meira að fara erlendis saman sem fjölskylda heldur en ferðina sem fyrir bæinn. Og væri það eðlilegt og byggir í Þrándheimi að, þú veist, Oslo er tengingi við alheiminn, að það verið það fyrst flóið með til Kristiansund eða eitthvað svoleiðis og það þyrftir að koma og með öllum gistikostnaði og þessu. Ég held að við þurfum bara að taka fullorðnari og svona heildstæðri umræðu þannig að bæði þetta með hvernig tryggjum við bara samgöngu við landsbyggðina, hvernig tryggjum við öryggi bara út allt, en okkar upplifun skiptir líka máli sem búðana. Þetta eru lýðheilsumáli, við höfum pantað beðum fund með Willum, heilbrigðisráðherra, sem hefur bara verið tekið vel í en ekki komin fundur ennþá. Við höfum beðum fund með Einari borgarstjóra Reykjavík sem býðum ennþá eftir að fá hans staðfestan. En eins og ég segi, hvað sem við höfum komið hjá Ásdísi Kópavogi eða Svandísi í innviðaráðuneytinu, hjá flugmönnum og þeirra samtökum líka, þú veist, það er bara fólk áttar sig alveg á þessu. Þú þarft ekkert að búa á höfuðborgarsvæðinu lengi áður til þess að uppgöta að þetta er bara orðið miklu meira nú. Já, og hefur mögulega aldrei verið verra eða hvað? Sko, ég hef búið í Þingholtunum, ég hef búið í Hlíðunum og eins og segja 8 ár núna á Kársnesi. Þetta er bara eitthvað allt annað, sko. Maður gæti kannski látið eitt og eitt flug trufla sig þegar maður bjóði miðbænum áður fyrr. Það má alveg henda inn í til dæmis að þú veist, það hefur alltaf verið styr flugvöllinn. Það er ekki eins og það alltaf verið sátt. Alfreð Þorsteinsson kom eiginlega fram með flesta punkta sem hafa verið að koma fram undanfarin ár þegar það varð flugslys á Reykjavíkur flugvelli 1988. Þá skrifaði hann greinar og bara sem dæmi, sjálfstæðismenn í borginni á 7. 8. áratugnum þeir voru líka að benda að þetta gengi ekki kannski til lengdar og líka íbúar á Kársnesi, það voru þeir sem að bundu enda á það að væri flogið líka á nóttinni. Og ég man eftir að vera krakki af að þá voru eitthvað fleiri næturflug, sko. Já. Ég sé sjálfur einn kost við það að hafa Reykjavíkur flugvöll þar sem hann er og áætlunarflugið í þeirri mynd sem það er að maður þarf ekkert að stilla vekjaraklukku á morgnana og hún tekur sér alltaf á loft alltaf kortir yfir 7 á morgnana. Vélin, flugvélin, sennilega til Akureyrar og
það getur verið ósköp gott að vera bara vakinn með svona öflugri vekjaraklukku. Við erum líka vakinn að henni sko, alltaf svona kringu 7:15 en þú veist, á móti síðan þú veist, út af förum svo yfir í óþarfan að þú veist, sonum var 1 árs þá ligg ég upp í rúm með honum og að reyna að svæfa hann þú veist, svona milli 4 og hálf 6 eitthvað svoleiðis og það á rétt rúmum klukkutíma erum réttum svona klukkutíma þá eitthvað 22-23 þyrlur sem faraða niður og hver einasta þarna hljóðu frá henni í svona 3-4 mínútur þannig að þetta svona þetta er mikið álag að skapa streitu. Mér langar að taka bara enn og aftur fram að við skiljum alla hagsmuni þeirra sem vilja halda í völlinn en það þarf að ræða þetta helst það gengur ekki að við upplifa þannig að bara hagsmunir íbúðan í kring hafi ekki bara fengið brautagengi í þó nokkuð tíma og þess vegna eru þessi samtök stofnuð eftir að fólk sem í þeim búið að vera að reyna að láta sér heyra lengi úr ólíkum áttum úr ólíkum þjóðfélagsstöðum og ólíkur átt í pólitík að þá var það einhvern veginn til fyrra árinu að þessu fólki var komið saman og fór að hittast og ræða málin og við erum komin og við ætlum ekki að fara neitt það er bara það mikill meðbyr í þessu og líka bara við finnum það bara margir hafa fengið nóg þó að þau vilji kannski ekki endilega fara að tjá sig af óttan að umræðan fara alltaf í sama gamla farvegin við getum ekki verið að sundra fólki út á landsbyggðinni og í höfuðborginni með að búa til einhver svona pólitíska leiksoppa eins og kannski sumir stjórnmálamenn hafa gert og nú ætla ekki að ætla það með öllum en þetta má ekki vera þannig að búa til eitthvað svona höfuðborgin versus landsbyggðin við erum of fá og við eigum of marga sameiginlega hagsmuni til að standa því. En ertu að tala allt önnur mál hér? Ég er að tala allt önnur mál, ég er að tala að þetta óþarfa og þetta orð óþarfa þegar við spörum mikið það því að fyrir öllum sem eiga það er þarft fyrir þeim sem á en þetta er skilgreining sem kemur þegar við verðum að skoða svona svipusamtök í Bandaríkjunum og London og Englandi og við höfum séð þetta er svona verða sama mál víða Schiphol-flugvöllur til dæmis í Amsterdam eftir að banna einkaflug og fækka áætlunarflugi og minnka opnunartíma en í London hefur City-flugvöllurinn verið að ryðja sér meira til rúms og hann er og íbúar sem hafa verið að lenda mitt í þyrlum meira og meira þeir eru að búa til samtök Bandaríkjunum og það er þetta kallað unnecessary air traffic óþarfa flugumferð Óskilinlegt auðmannadegur ég held að flest takki undir og það er til, ég var í Washington daginn þar sem er flugvöllur nálægt miðborgin og allt það og hef búið í Bandaríkjunum í 5 ár sjálfur og starfað eitthvað þar og það er ég er ekki fylgjandi að vera elda bandaríska borgir í þeirra skipulagi bjóð í Miami þar sem er flugvöllur meðri borg og allt þar í kring en alltaf bara vöru skemmur og svona frekar ólestu hverfi og komið á flugvöllunni Dalian í Kína sem er draumur örgulega marga eða sumra að það er bara þú lendir bara í miðri íbúðabyggðinni en ég held að það myndi engin lifandi maður viljandi búa á þessum stað. Nei. Daði Rafnsson, takk fyrir komuna, gangi ykkur vel. Kæra þakkir. Nú þátturinn í kvöld verður þá ekki lengri. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum samfylgdina. Við bendum stundum á það að ef ykkur líkar okkar efni þá þætti okkur vænt það ef þið myndið svona mæla með okkur sem útvarps- og sjónvarpsstöð og podcasti með vefsíðu líka, þar getur fólk gerst áskrifendur og styrt okkur sem að getur skipt sköpum með það hvort þessi stöð sem nú eiginlega bara í loftinu og er að framleiða efni nánast alla daga ársins hvort þessi stöð sem sagt þrífst áfram og hve vel við þrífumst. Þið getið hlustað á okkur á YouTube, spilarinn.is, þið getið lækað okkur á Facebook, fylgst með útsendingum í rauntíma. Við erum stöð á símanum, stöð 5, við erum útvarpsstöð
89,1. Við erum ansi víða og enn og aftur þökkum ykkur stuðningin í verki, ekki síst, og þátturinn í kvöld verður ekki lengri en við mætum hér aftur klukkan 8 annað kvöld og þá eru ónefndir allir hinir þættirnir fyrir utan rauðaborðið sem eru hér í loftinu. En takk fyrir okkur, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.